Get ekki alveg verið. Dogs. Dun, dun. Svo ætla ég að fá nýja standa fyrir þetta. Mér finnst Armandur ekki verið nógu góður fyrir þetta ból. Það var bara svona standað hérna á bólunni. Já, miklu. Eins og við vorum með hjá honum hérna, vinn okkar í Já, Nürnberg. Já, hvað heitir hann fyrir? Buddy. Buddies. Buddy. Þeir eru bara í svona með svona öðrum svona lið, sko. Ég leist hann allt með. Já. Það er svo mikil óhljóð í hann svona. En hvað með þá? Já, kæra hlustandi, það er 15. lotan sem heilsar ykkur á fallegum vikudegi. Það er þáttur 181 og því ber að fagna. Það er Kate Steele 42 framöndan, það er ekki rétt ekki. 41 maður, 41. djöðlega lillur í þessu. Já, ég er úrslag lélur í þessu. Já. En við erum komið með góða gesti. Það eru þeir Þorgils og Jón Ingi sem alltaf börjust á Glacier Fight Night. Ekki fyrir svo lengu, hvað er ekki, 3 vikur síðan? 4 vikur síðan. Hvað góðir? Eitthvað svo leiðis. Ég var komin að standa strákar. Takk fyrir það. Verður góð. Þú hefur tekið mangóbituna með þér? Já, ég var nesti í svona. Já, Jón, sko, þú lætur okkur hérna að nýta svona illa út, sko. Ég og Þorgils erum hérna tím orkudrykkir greinilega. Svo mætið þú bara með kristall og Já, þurrkaða mangó. mér langar að sofa í nótt, sko. Mér er myndið á Monster hérna klukkan, hvað, 8? Já. Það er galið. Þú eru rosalega, sko. Já, ég veit ekki, sko, hætti aldrei. Ég er alltaf seimar á okkur með matbarðanum minnum. Já. Það er alveg eitthvað trend. Má ekki neitt. Má ekki neitt. Nei, ég er gaman að þessu. Hérna, ef við kannski byrjum að þessu ykkur stráka, við förum yfir og peppum strákan sem er að fara að berjast á Kate Steele helgina, sem er náttúrulega Thiago Oliveira og Ari Bíring. Já, það er bara þetta. Já, það er þeir. Ari barðist með ykkur á Glacier. Já. Sko, Flott séð. já, hann flottur. Með alvöru anstæðingi. Ég held hann hafa tekið þetta, sko. Þannig að það tekið Anton. Já, ég veit ekki. Kannski verður búin að koma hann að mörga. Já, ég var bara í kristallum, sko. Ég gæti ekki séð þetta að hafa farið til Arnar, sko. Hann stóð sér vel, veist, hann kom manni á óvart. Þú veist, þegar ég sá þetta matchup, þá hugsaði ég svona, mögulega sem hann mismætt saman, sko. En hann stóð sér bara drullu vel í þessum fætt, sko. Já, hann var úrslega flottur. Já, svo er líka flottir strákarnir þegar þeir komu í þáttinn og voru eitthvað að tala barndaginn, sko. Og svona hvað þú voru að hugsa og eitthvað, það var skemmtilegt, sko. En Ari greinilega fekk staðfestingu á því að hún myndi gaman að berjast. Hann sagði það. Og ég var svona, varstu bara að fatta það núna einhvern veginn að þetta er skemmtilegt. Búka sér í 2 fætar, hvað er þetta ömulegt? Já, nákvæmlega. Og hann líka bara eitthvað svona, veistu, kannski er þetta ekki svona gaman. Já, ég veit það ekki. En sko, Jón Ingi, þú ert pínu svona Reykjavík MMA OG, eða ekki? Er þetta ekki svona, þú ert svona orginal Þú veist, top dog? ég myndi kannski ekki alveg segja það. Nei? Ég veit ekki, það var einhver að segja það. Nei, sko, nei, þetta er kannski meira eitthvað svona sem ég er að upplifa, sko, þegar ég skoða svona gamla myndir frá Reykjavík MMA. Svona þegar dýnurnar voru allar grænar og eitthvað, þú veist, stemningin var svona þegar Jimmy var ekki svona stórt, sko. Þá er einhvern veginn svona hel massa myndir af þér og þú alltaf fremstur í flokki einhvern veginn. Já, ég á held eina góðan á veggnum, sko. Já. Ég veit það ekki. Maður var duglegur á sínum tíma, sko. Já. Og það kannski svolítið svona, hvað segir maður, would-be. Gæja, svona kurubinn. Kurubinn? Já. Þetta er svona kurubinn gæi. Já. Já, þú varst svona bjartast á mónin. Ha. Varstu svona bjartast á mónin? Ég veit það ekki. Kannski ef ég hefði sett aðeins meira metnað í þetta, æft aðeins meira. Verið aðeins duglegri. Hvenær byrjaði það að æfa? Hvað er þetta gammal? Ég skoði þetta aðan, bara út frá memories, sko. Ég held að ég hafi verið að byrja hann einhvern veginn í september 2018 Já, ok. og verð þá bara svolítið obsessed, sko, og er mjög duglegur, en svo meiðist ég á hnéðana í janúar 2020, minnir mig, og dett þá eiginlega bara alveg út, sko. Já. Ég hef varla æft síðan, sko. Ég skil. Og hvað, en þú tókst þann barða á Glacier, bara, þú lúkaði vel, sko. Já, þú veist, það var svolítið bara svona hvatvísi. Mér finnst þetta hefði getað verið svo gott, sko, að ná að rota hann normannana sem að fór ekki alveg eftir plani, en Nei, en það var uppleikið svona. Ja, þetta er bara skemmtilegt tækifæri, sko, maður væri ekkert endal í standi, sko. Nei, það var líka geðvegt ef þú bara komið nýkomin af sjónum, hoppaði hann í búr, rotaði eitthvað normann. Það var planið, sko. Já. Það varst að koma svolítið bara beint af sófanum eða beint af sjónum. Já, Þú veist það ekki búin að æfa?
ég náttúrulega bara þú veist, fyrir þennan bardaga, þriðjudeginum hana fyrir, tók ég fyrsta sparrið mitt í MMA-sparr í kannski alveg vel yfir ár, hugsa ég sko, kannski 2 ár sko. Og já, var hann bara eitthvað, búinn að vera að taka einhverja aflýsingar á sjó og bara hamandi í mig kökum og nammi og fæ svo bara kallið hana frá Bjarka. Það sem hann spyr mig hvort ég sé í formi. Ég laug að því. En hvernig var svona hausinn að fara inn í hennar bardaga svona illa undirbúinn þannig séð? Þú veist, ég vissi alveg að þetta væri annarkvort myndi ég bara klára hann í fyrsta lotu eða ég búinn að því sko. Það bara myndi tapa þannig. En þetta var bara síðan sem ég tók. 100%. Og ég var náttúrulega alveg skítstressaður líka hana vikum fyrir. Svo sem eitthvað lítið að tapa sko. Það hefði verið aðeins vandræðalegra ef maður hefði verið í kampi hana fullu bara heil lengi sko. En þú varst fyrsti fætinn, ekki? Jú. Þannig hvernig sérstu tilfinning að vera fyrsti bara bardaginn á fyrsta kvöldinu? Já, það gera eiginlega verra núna sko. Að tapa fyrir honum sko, fyrstur. En það var gaman sko. Já, mér finnst þú að standa þig drullu vel sko. Það er eitt sem stóð upp úr fannst mér. Þú fekkst eitthvað body kick í þig sem var small alveg. Var þetta á skalum 1-10? Hversu vont var þetta? 7. Bara ég held ég hef aldrei fengið alveg svona gott beint í þindina sko. Ég myndi ábyggilega bara segja 10 sko. Bara svolítið 10? Þetta bara small svo vel. Ég var líka alveg orðinn búinn á því. Ég var orðinn þreyttur. Svo fæ ég þetta inn í mig og er að anda út held ég sko. Já. Bara, hann hefði rúglega klárað með hana ef þetta hefði verið aðeins lengra sko. Já, því þú veit bara svona, þú veist heilega heppinn sko, heppinn ekki heppinn skilur við, það voru svona hvað, 10-15 sekundur eftir að bardaganum eða eitthvað. Já. Þú eiginlega bara svona fekkst þér sæti við búrið sko. Þú bara, já, ekki bara aðeins til okkur. Já, það var alveg svona eina sekundu til að hugsa bara svona hvort ég ætti að reyna að fara áfram. Já. Ég vissi að það væri lítið eftir, þá ákvað ég bara svona aðeins að leyfa honum að berja mig og vona að besta fyrir næstu lótu sko. Já, kom eitt, ef maður Hail Mary hug svona á móti, svo er hann einu huggi. Það var ekki að Það verið geðvitt. Það verið geðvitt ef hann hefði náð þér og þú hefði sannað á svarnum og droppa hann á móti og eitthvað. Ég held ég hafa alveg hitt hann sko, bara ekki, þú veist, ég held ég hafa hitt hann í haus. Já. Skalla með. Já, en það var ekki svona, já, þetta var ekki svona on the money sko. Nei, það hefur verið gott. Já, en það var samt alveg svona, hvað ég segja, það er góður svona, láttu bara vaða keimur af þessu bardaga. Þú kom á sjónum, ræði láttu bara vaða, svo farið bodykickið og bara, ég reynir bara að negla niður. Já, þetta var svolítið bara, ég var bara að vona það besta sko. Já, ég fíla það. En það heldur margir ég hafa verið að feika þetta sko. Já, það er Það var fyrsta hugsun mín sko. Góða niður sko. Það er glúi stæmi eitthvað frá svo. Já. Nei, ég þetta tók alveg allt sko, ég bara alveg sko. Ég er bara, magnaði ég hafa ekki bara sest niður sko. Já. En, fengdi þetta hana og, já. Já, bara, já, ekki. En ég man sætt eftir því sko, að ég var ekkert að sjá það neitt æfa eitthvað brjálast mikið, jiu-jitsu eitthvað. Svo poppaði allt hérna upp á hérna Íslandsmeistaramótinu í gi fyrir svona 2 árum við. Já. Vannst það, ef maður? Já, jú. Var það bara eitthvað svona líka svona komin af sjónum eða varstu bara að stefna? Varstu eitthvað svona? Ég er ekki búinn að gera neitt sko. Þá var ég bara að vinna eitthvað í bænum. Ég vil eitthvað óska þess að ég væri svona típ. Tókst þetta bara með sjóarstyrk? Já. Ég var ekkert búinn að vinna sko. Ég tók einhverjar 2 vikur eða eitthvað í glímu fyrir þetta. Svo er þetta líka alveg, þú veist, já, þetta er endilega með hvítt belti sko. Nei. Ekki bara vera það mikið í nógi, ég er kannski að vera í blábeltingaflokk allavega. Já. Þannig að, já, það má. Þetta var gaman. Já, ég var steinhissa, ég var bara svona, er hann að æfa eitthvað annar staðar? Er hann ekki bara í Reykjavík eða? Mætti bara ná okkur aðeins við Íslandi eftir. Já. Viltu ekki bara taka þetta? Já. Jú, já. Til, já. Það var ekki bara að fara að mæta járnum, er ekki járnum bara, getur ekki látið járna þess upp látt og... Jú, kannski, ég á ekki einu sinni gí, sko. Hvað er gíinn sem þú varst í á Íslu? Var það bara eitthvað Ég lánskip? fekk að lána. Já, sko ég er fann að fá svona tilfinningu fyrir því að þú sést smá típa. Það gæti alveg verið.
Heimskur, kannski. Já, það er típa. Nei. Mér finnst ákveðið þurfa einhvern svona í íslensku bardaðarsennina. Já. Einhvern sem er bara til að taka fight með no notice og vera með einhvern svona stæður. Eitthvað wildcard. Já. Ég til það. En Þorgils, þú varst svona líka á Glacier. Áttu kannski svona aðeins, sko þú varst nýbúið með einhver axlamisli. Já. Hvað finnstu að vita af barnaðinu þú veist lengur fyrir? Sko, þetta var náttúrulega bara rétt fyrir þá kemst ég í þessa myndun, sko. Já. Og þá náttúrulega var það bara það að öxlinn datt úr lið, smellir svo asnalega saman að myndast eitthvað svona mar á milli. Þannig að ég er bara eitthvað skrítinn í öxlinu, þannig að í fætinu líka, sko. Já. En maður gæti alveg hreyft hana, það bara var svona ákveðnum punktum þá ég komst ekki hærra en þetta eða eitthvað, sko. Já. Varstu ekkert að spá að púla út bardaðanum eða? Ég var svona spá í því eins og hugsaði maður, þú veist, fyrsta MMA-eventið, sko, hérna á Íslandi. Gata eiginlega ekki, sko. Nei, ég kaupið það sko. Já. Ég bara maður sko, ég mætti þér eitthvað á hérna Reykjavík Open mótinu og ætlaði að vera eitthvað svona, nei, blessa maður eitthvað, tók svona einhvern veginn í öxlunni og þú veist svona, það var svona, hversi meittur þú varst eitthvað? Ég var ekki í fatlaðum þá líka. Jú, sans fyrir heiminum. Fatla bara þannig að fyndum fyrir fætt eða eitthvað upp í... Jú, ég var bara að horfa á æfingarnar og ég fatlaði eitthvað. Já, það er alveg sæðilegt. Þú mættir Lachlan Clark, sem var skoskur, var það ekki? Jú, það passar. Ógeðslega skoskur. Ég skildi ekkert hvað hann sagði þarna í viðtalinu við. Nei, ég tók eitthvað viðtal við hann eftir fight og var að spyrja hann eitthvað og ég bara, já, það kemur engin follow-up spurning. Nei, Já, það er bara flott hjá þér, vinnur. Það er bara flott. Það finnir með skótana, sko. Þeir gefa hann engan afslátt af hreimnum. það er ekkert verið að hægja á sig eða neitt svona. Eða bera fram eitthvað svona aðeins skýrara eða eitthvað, það er bara, þú veist, en þeir hljóta að vita, það skilur þá enginn. Það er bara eitthvað svona 100% meðvirkni í öllum í heiminum að reyna að tala við þá. Þeir voru alveg tæpir með dómarann, sko. Það er alveg pínu erfitt að skilja hann líka, sko. Já. Það var ekki reglur. Já. Það var líka svona, Bjarki var búin að vera eitthvað svona, það kemur bresku dómari og svona. Og ég fatt ekki hversu vítt það, hvað það getur þýtt, sko. Það kemur eitthvað norðurskoti. Það var mjög gott. Ég veist ekki hana, ég elska hana hreim. Skemmtilegur. Karakter í hún, sko. Já, ég er sammála. Þetta var líka skemmtilegur bardaði hjá ykkur. Alveg bara þvílík keyrsla. Hvernig var þetta eiginlega fyrir þig bara að fara út í þessa þriðju lótu? Sko. Fyrst náttúrulega segir Bjarki við mig bara, keyrðu bara beint á hann bara í fyrstu lótuna, þetta hann bara niður. Ég náttúrulega geri það bara og eftir fyrstu lótuna finn ég það bara, ég er eitthvað skrítinn. Það er eitthvað svona skrítinn í vöðunum bara, þannig að ég er eitthvað svona, ég get ekkert staðið að stræka, ég þarf bara að halda þessu áfram. Síðan var ég bara restina af tímunum að reyna að taka hann bara niður, sko. Þetta var eitthvað svona vantaði snerpuna eitthvað, ég einhvern veginn fann það var alltaf stífur eitthvað, ég veit ekki hvort það hefði verið adrenalíndömp eða eitthvað. Það var bara eitthvað svona skrítið að hreyfa mig, sko. Já, svona með svona leið svona eins og ég hafi verið að horfa á bara eitthvað spynnukeppni við Mustang eða eitthvað. Þannig að Mustangin var bara svona gefið í, en það er svona 1000 krónar virði af bensín í tanknum, skilur. En ég veist bara að ég held að Bjarki hafi líka kallað inn í búrið eitthvað svona ekki klára þig alveg. Já, jú, ég man eftir því. Þannig að þó hann hafi sagt eitthvað svona, heyrðu, keyrðu bara á hann beint í byrjun. Að það hafi ekki þýtt bara eitthvað svona, heyrðu, 50 gír á fyrstu sekundu, let's go! Ekki stopp. Já, ekki stoppa. En ég held að þú hafi tekið fyrstu lótuna, en svo fór það kannski verið svolítið erfitt í annar og þriðju. Það var hann seinni lótinu. Ég veit einhver högg hann er með uppi búrið eitthvað. Já, þú ástalið eitthvað headkick. Það er 2 headkick í röðu. Í seinustu? Já. Ég gæti ekki svona lyft upp höndunum í lýsinu. En þú ekki hakan á þig samt. Já, ég er alveg bara hissa, ég hef ekkert vangast, ég fann eiginlega bara ekkert fyrir þessu heldur, sko. Já. Það er rosalegt, sko. Ok. Líka ekki bara hakan, líka bara einhvern veginn viljinn að halda þarna áfram. Ég held að ógeðslega margir í salnum og þeir sem voru að horfa á sem kannski að æfa bardagi hefði séð svona, já, þarna hefði ég komið að mínum formar. Þú veist, það margir að hugsa þarna svona, ok, já, ég hef ekki þetta í mér að geta gengið svona langt. Sko, maður var að íhuga þarna í seinustu lótinu, ég sat á raskatinu og það var eitthvað kannski er þetta bara tíminn sem heyri bara í gæðist eitthvað garga hann eitthvað, aðja. Eru þið í kæristunni? Já, ég heyri bara hérna í gegnum allan hópinn, sko. Já. Og rallega settur þetta, sko. Vel gert. Já, en jú,
En það fæ ég hana, hvað heitir þetta, Rabdó eða eitthvað eftir þetta. Svona ofreynslu eitthvað. Þú enda bara upp á bráðmáttum eftir Já, nýrnabilun. Nei. Jú, þú. Það er það ánstæðin. Það var ekki monster bara í ykkur mánuði áður en ég fór þetta sko. Monster frákvör fyrir að leika. Já, ég sagði, það var þetta monster sko. Ég þorði ekki að segja það sko þegar ekki að sponsa þáttinn. Eina sem vantaði hvað var monster. En þú endaði bara upp á bráðamóttöku bara með... Ég vaknaði, eða þú veist, ég laðist bara upp í rúm hana eftir fættin. Hélt bara að ég hefði brotið eitthvað í bakinu, bara eitthvað diskur þar eða eitthvað svoleiðis. Ég var svo ógeðslega illt í bakinu. Ég eitthvað svona fyrst eitthvað, fyrir eitthvað að kúka bara, ég held að vera eitthvað. Ekkert að gerast og bara eitthvað, heyrir hún í mér eitthvað bara, liggjandi við liðina sér eitthvað. Og hún eitthvað, alltaf í lagi? Ég veit það ekki. Og hún ringi svo í mömmu og hún eitthvað, já, hringdu í sjúkrabíl. Þá var það bara með nýrnabilun. Shit. Galið sko. Það frekar galið. Og Það er það. var það svo niður á spítala eitthvað svona, ertu búin að taka eitthvað inn, ertu búin að gera eitthvað hættulegt upp á síkastið og... Já, berjast. Það var að lemja mig í klessu þannig. Skoskur gæi og... Síðan er ég náttúrulega líka með eitthvað, fannst eitthvað blóð þannig í maganum eitthvað, með eitthvað marinn ristil. Þetta var eitthvað rosalega þannig. Eitthvað innvortisblæði. Og það held að það myndi bara eitthvað rofna sko, ég veist að vera bara með stóma sko. En þú veist bara eitt farið. Eðlum sko. Shit. Shit sko, ég líka láð hana bara í einhverja 2 daga líka sko. Það var með næri gæði. Shit. Það var upp í spítal. Já, ok. Sko afveilaði mest að tímanum sko. Shit. Það er bara, það er svona eitt af rosalegasta svona post-fight trauma sem ég hef heyrt af. Það er svo skrítið þegar ég var bara svona beint eftir fættin, ekkert eðlilegt að bara spjalla fullu. En þú veist, það var greinilega þannig eftir fættin, ég er alveg að æla á fullu, ég held að það væri náttúrulega bara höfuðhöggin sko. En þá er þetta greinilega líka hvað sem er tengt Rabdó sko. Já. Það æla rosalega mikið og eitthvað svona dökku líka. Hvað bara flóðið þið? Nei, ég held ekki blóðið samt sko, þetta var samt alveg rosalega dökkt. Ég var samt að geta éta eitthvað svona dökkt sko. Það er fyrir klíkur. Það er svolítið fyndið að maður fattur það ekki, maður er bara, maður horfir á fætinn og maður bara svona, tjús, haka á sem gæja maður. Maður er eitthvað svona, hann er marinn í rislum eftir þetta. Það er eitthvað ég veit ekki hvað það sem að. Ég man bara þegar ég mista þínu barndað sko, ég kom yfir og svo kom ég tilbaka að þetta var bara klárast og fæ mér sæti hann yfir félögum minn. Ég bara, horfður á þetta? Tjóðsum, fokkin viljir í þessum gæja maður. Sko. Líka, þú hefur kærastinn bara verið fokkin rattlaus eftir þetta, hún hefur náð sko í dyðin í gegnum allan áhundsskalan og... Það var líka svona inn á milli þegar allir voru búin að garga. Þá heyrði maður í henni því hún hélt bara áfram sko. Hún var ekki að anda inn á milli. Nei, þegar heili voru eitthvað svona að vera líkur og draga andan. Þá var hún bara áfram. Þá getur bara innsvæðinu sko. Það er vel gert. En ég hugsa sko ef maður er svona situr og er svona að velta fyrir sig svona, þetta er ekki bara búið hjá mér. Svo heyrir maður í konunni sér. Það var líka svona þannig að, sko það er í nýbyrjað með henni á glímumótinu þarna Íslands. Þá einmitt átti ég svona svolítið moment sem ég var ógeðslega þreyttur. Ég lít svona til hliðar og þá er hún hann að garga eitthvað. Þetta er eitthvað svona, bara eitthvað, maður fær eitthvað auka kraft sko. Já. Sérst að sjá þetta á kærastinu þína. Þú Já. bara veit að það er svo mikla kraft. Shout out sko. Já, það er bara, það er geðveikt. Herru, ég ætla að áður við höldum áfram, þá ætla ég að minna á að þátturinn sjálfsögðu styrktaraðila. Það er mínigarðurinn, heimavelli bara það í þetta. Allir stóru viðburðir eru sýndir þar og það er meðal Kate Steele. Þannig að fyrir það sem vilja, geta að horfa á stákunni Reykjavík MMA, Ara Piri og Thiago berjast á Kate Steele í mínigarðunum á laugardaginn kemur. Svona það þið langar að læra æfa bardaíþróttir, eða byrja að æfa bardaíþróttir. Það er Reykjavík MMA svarið í grunnnámskeiði í hverju mánuði. Allar upplýsingar eru á reykjavikmma.is, það er rfkmma.is. Takk til skrifa og byrjaði að æfa á Viðarhöfða 2. Það er nett góð skilabóð. Já, samþykkið þessi skilabóð. Eða ekki? Þið samþykkið þetta að byrja að æfa á Viðarhöfðanum? Algjörlega maður, Svo saman. besti staðurinn. Já, þetta Ekki spurn. er rosalega kósí. Hóttur hópur. Já, þú ert alltaf svona, þú ert aðeins að double dippa eða ekki? Þú ert aðeins á skaganum líka. Já, ég er þetta minna, ég er þetta bara fluttur í bæinn sko. Eiginlega fluttur í bæinn. Já, svona eiginlega sko. Maður svona kemur við af og til svona upp á skaganum sko. Já. En ég er eiginlega bara, jú, alltaf
í bænum bara. Já. Þú vinnur upp á Skaga, svo. Já, samkeppnislega vill bara vera á milli. Já, það er svona, kemur svona við. Já. Þú náttúrulega átti geggjaða línu á hann þegar þú varst að tala og innir hérna hinum megin við Akrafjall. Sko, þú veist, vara frá yngling á þann sem að veit hvað er hinum megin við Akrafjall. Við getum alveg gefið velum fyrir það. Já, nú ert eitthvað á rafvirkja svona hinum megin við Akrafjall. Hinum megin við Akrafjall, sko. Jú, ég er að sem rafvirki hana í Norðurum. Stóriðið rafvirki. Við krana og opna og svona. Það er ekki geðvögt. Jú, það er stundum fínt, sko. Jú, það er stundum fínt. Já, ég er ekki seldur. Já, ok. Ég er ekki seldur. Er það bara sendur upp einhvern krana bara, þú veist, kílómetrar upp í loftinu eitthvað? Sko, já, en það er sko vanlega sett inn á eitthvað svona sér kranaverkstæði, sko. Þegar maður er að gera kranana, sko. En þú veist þess að maður var á vaktinni, þá þurftum maður að skjótast bara eitthvað hann át í skála. Upp í eitthvað krana bara. Já, ok. Já, ég elska svona bransaspjall sem ég skil ekkert í. Já. Ég veit til dæmis vissi ekki að kranaverkstæði verið til. Já. Ég hef svona oft bara velt fyrir mér svona hvaðan kranar kom. Hvernig krana svona ímyndar þegar ég segi krani? Annarkoð svona kranar eða svona gulan svona iðnaði krana svona sem eru svona við, þú veist, bara á svona byggingarsvæðum. Nei, þetta er svona brúkrani, hann er á svona spori svona lengst upp í loftinu. Ég veit ekki hvað ég er að gera með höndana með svona podcast, sko. Þú ert live, sko. Já, það er live? Já. Þú skilur. Ok. Menn að fara á YouTube og sjá þig. Já, það er svona risastórt spor sem er festan upp í loftinu og hann keyrir fyrir ofan kerinn, sko. Þannig hann er á einhverjum svona sporum hann keyrir á milli. Hann getur keyrt hann á svona fæsluvagn. Þú getur keyrt hann inn á einhver sér verkstæði. Og þá er bara eitthvað svona tjald sem er setjað niður hann og ert bara inn á einhverju verkstæði með krana. Það er bara svona í verksmiði, bara efst uppi. Já. Þannig að það er einhverju svona, já, spor. Já. Það er svona bara eins og lestarteinar í loftinu. Já, svona einfaldast að leiða til að útskýra það. Já, ok, ekki. Og hann er bara frá A til B, hann bara svona inn á verkstæði og svo aftur inn á gólf. Já, þú veist, það eru 4 skálar. Svo inn á milli, þá eru svona fæsluvagnar sem, þú veist, hugsaður bara svona 4 línur, sko. Já. Og fer hann á milli og fæsluvagnin fer á milli hérna lína. Jaha. Þetta var iðnaða podcastið. Ég tekið svona pípi inn að leikja þig milli pípara og rafvirkja. Ertu að taka þátt í þessu eða? Nei, ég þessu. Það er eitthvað bíf, sko. Ég er með píparinn. Já. Það er píparinn sem alltaf kalla rafvirkja gay eða hvort það er rafvirkja eða píparinn gay. Anton, þú, svo er einhver fleiri svona uppirrennandi sem er eitthvað svona að reyna að verða einhverju rafvirkjar. Já, þeir eru náttúrulega búin að vera að vinna í nýju tunglingaðastæðinu og láta guð. Það er komið upp hjá okkur, eða ekki? En ég geta líka. Það er komið á. Það er komið stað. Já, en er ekki maður akkur running með saman. Ég veit ekki hvað það er. Búin að vera svolítið latur við að æfa. En ég er tím píparnir. Já, með séra og ekki. Ég get ekki verið með rafvirkjar, sko. Nei, ég tek ekki tilbaka, ég er tím rafvirkjar. Ég er að fara yfir, sko, svona hver er betri jitsara, sko. Píparnir er rafvirkjar. Og þetta er rafvirkjarnir, sko. Já. Andri sér að verið brjála. Sér að verið brjála. Píparnir er betri. Anton. Þú hefur glimt á Anton, náttúrulega. Já. Rafvirki, mikill. Ég held að hann sé svona alveg að detti svartbelti, sko. Þannig ég vil ekki dissa einhvern. Passaði. Já. Þegar. Rafvirkjar með svartbelti. Já, ég þarf að passa mér þessu. Geðveikt. Það held ég sem, erum við ekki búin að rappa þessu upp í Glazy Fæðna? Jú, ekki. Það er Kate Steele, 40. Já, ég er bara hálf tengdur þetta, ég er ekki með á nótum. Heila blöðum. Já, ég er komin á við. Þið bara ekki búin að taka þátt í þessu kampi? Eru þið bara að æfa með strákunum? Jón, það er ekkert að tala við þig, sko. Nei. Ég er líka bara búin að vera átt, sko. Það er námið í öxlinni. Já, er hún ennþá? Já, hún er svona eiginlega komin núna, sko. Já. En svona eftirfætin var hún verri, sko. Já. Greið. Heldur þú keppir eitthvað 2006? Þú veist, þetta fara að glíma eitthvað að berjast? Já, maður eitthvað að fælið, sko. Já. En þú varst alltaf að stefna á Kate Steele, eða hvað? Ekki þetta Kate Steele, sko. Nei, en svona overall Kate Steele, þú veist. Sko, málið var að
Ég einhvern veginn hélt sko að Bjarki, hann laug svo af mér. Ég hélt þetta var að vera eitthvað svona lítið þannig event bara í Reykjavík að maður þarna bara eitthvað svona ópenni sko. Selja þetta eitthvað fyrir mig. Ég veit það ekki sko. Þetta sko. Ég veit það ekki, sendir hún mig. Þetta er bara hérna á Íslandi sko. Jú, ætla það ekki. Cozy. Svo bara eitthvað, hérna út að fara í myndatöku og alls konar eitthvað svona, ég eitthvað, ha? Myndatöku? Svo bara sendir hann mynda að anstæðinglum og ég er bara eitthvað, er ekki að gera mig grein fyrir eitthvað svo stórt þetta er, sko. Nei, það er myndið. Ég hef alltaf aldrei sagt já, sko. Ég er svo feiminn, sko. Sko. Það er meira feiminn að, fara að labba niður, dreglinn hana, heldur hún að fara inn í búrið, sko. Og það er segir líka um sko, að kameramaðurinn stýrir bara ferðinu, sko. Ég var alltaf komið á. Svo stoppaði hann og ég stoppaði líka, en þá átti ég að fara fram hjá hann. Lappi í gegnum hann, sko. Það var bara komið. Það er alveg bara í chestinu, sko. Það var allt á hægum. Það er njóta sín á það. Þannig að var það ógeðslega erfitt moment að þú veist, labba niður, þú veist, labba að búrinu? Nei, bara óþægilegt, skilurðu. Vont að vera eitthvað óra fram með bara Jóni, þú varst með eitthvað get spes lag í Volkswagen. Það var eitthvað sjómann að vísa þér. Nei, hvað? Brennivín í mjölk. Nei, að setja brennivín í mjólkuglasið vinna. Bakkalútur eða eitthvað. Jú. Það var stemming í þessu. Já, algjörlega, sko. Ég gæti ekkert verið að setja einhvern hardcore 50 Cent á þess að ég væri til í tarður og kæmi hann inn og skítapa hana. Hvað varst þú með? Ég var með eitthvað hana, það var í Spiderman myndinni hana. Þetta er Metro Boomin eitthvað. Ég er ekki að selja þetta, sko. Veitu, veistu hvað er Spiderman mynd? Erum við að tala um gömlu Spiderman? Nei, þetta er í teiknumyndinni nýður, sko. Post Malone og... Já, það er ekki það lag, sko. Þetta er svona myndsamt, sko. Þannig að þú veist bara hóru Spiderman, heyrði lagið Spiderman, þetta er svo geggja lag. That's it, Yeah, sko. that's the one. Yeah, this is the one, sko. Já, ok. Ég byggja þetta að púla upp lagið, þú getur kannski... Ég ætla að En sko, Þetta er ekki premium. já, fá þér adblocker eða premium. Þú erum bara að horfa á eitthvað stúku-auglýsingu núna bara... Eru þið ekki að vinna? Jó, erum við Það er ekkert. En það er samt allt gott að blessa. Já, það er djúðis vesinn hérna á YouTube. Já. En... Ég ætla að vera svona góður að púla þetta upp, sko. Já. Það er þetta. Þetta, sko. Nei. Það er annað. Það er þannig að... Djúvillig, ég með það henni sumarinn. Já, við finnum þetta. Við finnum þetta. Nú þarf þú að fara að edita og eitthvað slikt, sko. Já, það gaman með mér. Herru, erum við hérna... Á Keitsíl, fyrir maðurinn sem við fáum inn í búrið, er Ari Býring. Við hafum náttúrulega verið aðeins að æfa með honum fyrir Glacier. Já, eitthvað smá. Já, þið meðslarhúður þannig. Sjómenn og meðslarhúður. Náði einhver einu sparri hérna aðeins, sko. Já. Náði eiginlega ekkert að sparra fyrir þetta heldur, sko. Nei, en hvernig, þú veist, hvaða tilfinningu fáið fyrir hann sem svona fætir? Hann átti geggja frammistöðu á Glacier. Hvað, þú veist, hvernig megum við, þú veist, viti, hvað er það að segja, svona, hvað megum við eiga von á frá Ara, þú veist? Sko, hann náttúrulega er búinn að vera að bæta sig fullt í strækinginu, sko. Náttúrulega fyrsti fætinus, þannig að það er náttúrulega bara meira glíma, sko. Og hann er myndið að segja það, sko, að þótt að hann sé svona glímugæi, þá vill hann ekkert vera að glíma. Það er einhvern veginn allt öðruvísi í MMA-inni, þegar ég skil hann, sko. Það er svo öðruvísi að vera glíma í glímu, síðan í MMA. Það er svo sveitt og hérna eitthvað í glímunni, sko. Maður einhvern veginn næri ekkert að gera það sem hann langar að gera, sko. Þannig að hann er búinn að vera eitthvað svona fókusa á strækingi, sko. Hann er flottur í höggum og spörkum og svona, sko. Já, hann komur að lóa upp með spörkinn sín á Glacier. Já, hann líka alveg, þú veist, Bjarki segir alltaf að hann ekki sparkar, sko. Já. Svona sem mjög flott spörk bara, sko. Já, einmitt. Svo voru einhvern veginn allir saman það. Þetta var bara verið mjög flott spörk hjá hann. Hann kom með fíld óvart, sko. Það er nefnilega svo langt síðan ég hef eitthvað æft með honum, sko. Það er bara ábyggilega eitthvað
2 ár, kannski aðeins minna. Já. Og þá, sko, bætingin síðan þá er alveg ros. Já. Svo ég held að hann vilja bara halda áfram að bæta sig, sko. Já, líka Með við svo svona fljótan aðeins. Já, ég þarf alveg að sammála því. Hérna, Biggi, hvað heitir þetta andstæðingur hans? Calvin. Jacob Calvin, maður ekki? Jacob Calvin. Og með að púla upp í hérna rekordans, Elsa. Ég vil breyta skildur Það er bara, hann 2-0. Hann hefur bara mætt, hann er skoti. Hann er frá sama gymmi og andstæðingurinn hans Jonna, Aron Olfan. Já. Aron Olfan, þegar þjálfarinn er Dylan the Nuke Tuke, sem er einhver Bellator eða PFL-gæði. Já, við höfum eitthvað rætt þessi menn. Já, einmitt. Þannig að allan að Aron Olfan geggjaði glímumaður. Já. Þessi gæði virkar eins og hann sé glímugæði, sko. Já. Þannig að þetta er örugglega sterk glíma sem kemur úr þessu kampi, sko. Spurning hvað það. Sko, Ari má þó ekki vera eitthvað svona, hérna, að neita sínum glímurótum þegar maður er að fara að mæta einhvern þannig gæja. Eða bara kílón. Einmitt. Já, hann sem sagt, þessi gæi, Jacob Calvin, hann mætti Sean Sharif í fyrsta barndaginn sínum, sem er gæi sem að, Logi Gesson mætti. Gæin með bumbuna. Gæir með Já. Sem Logi Gesson mætti. Á Goliath. Já, Goliath Fight Series. Já. bara eins og tangristúpa í laginu. Hann er ósanngjarnlega accurate hér. Alveg svona. Takkum stúpa í laginu. Það var gott maður. Sem eitthvað svona einstæðu kalla á sem var svona kreisti tankri með ofanverðinu. Anstæðingur hefur bara unnið þennan gæja og svo annan gæja sem er bara 0-1 eftir það tap. Já. Þannig að þú veist, hann er 2-0 sem amatör, en ég veit ekki hversu mikið þessi tveir sigrar hann segja, sko. Og þetta er bara unanimous sigur yfir bara 2 slaka anstæðingar. Ég skil, þá er sko, ég myndi að segja að resumeið hans Ara er þá betra bardaglega sér, eða Já. anstæðilega sér. Já, Þessi Asjemmeld var alveg móli Já. og Antons Smári er það fokkar. hann er algjör fokkar. Ok, þannig að við gefum dýring. Já, ég myndi halda að Ari Býring ætti að vinna hann bara það, sko. Já. Bara gefum streng. Eða strengging. Já, það skiptir ekki máli. Til að til að sjá það með þess. Takk eða eitthvað. Já, ég vil alveg sjá, það er geðvitt að Ari myndi ná hún með þessum spörkum sem að Bjarki hatar. Bjarki bara ekki sparka. Engin spörk. Engin spörk. Og bara, Ari er bara, ég skil ekki og bara tekur eitthvað spinning kick. Question mark eða eitthvað. Já. Það er róttök saman. Stegni fætin eftir mér. Arna. Já. Shit. Hann gerði mér stóran greiðan, sko. Nú? Bara með því að róta hann svona fallega, þá gleyma allir byrjuði barða. Já, þú fórst alveg undir radarinn eftir það. Já, sem betur fer. Já, sem betur. Þú veist ekki það slæmur. Það koma inn á eftir þessu, sko. Já. Þú mátt hérna færa mækina aðeins næg, svo hérna það heyrist lítið í þér eða. Já, verður svona. Já, þetta er geðveikt. Tyggja mango, ASMR style. Já, það er bara, þú hefur ekki lagt frá þig mangóið allan tíma. Æ, sorry, þetta er síðustu byrði. Sko, ekki sorry, þú mátt alveg að borða þess mikið mangó, þú veist. Ég veist ekki lendi í mangólaukunni hérna, sko. Ég hlust heldur ekki á hana, sko. Nei, mangólaukan reynir að ná manni slefinu. Það er bara eins og það er. En ok, þannig að Jacob Calvin er ansækjurinn hans Ara. Já, ég veist hann kunni ekki alveg að glíma, ég veist svo að leiðin hans Jacob Calvin er bara, þú veist, ná takedown og ná að halda Ara niðri. Þú veist, ég veit ekki, ég sá hann ekkert sína neitt gott striking í þessum bardaga sem ég horfði á, en hann var að ná að taka gæðið niður, sko. Já. Þannig að, þú veist, ætla hann reyni það ekki bara. Hann verður svolítið bara svona, að skjóta í klúða á hann. Verður, crotch sniffing allan bardagan. Já, maður vill Ég held að sé svolítið þannig gæði, sko. Já, þá, ég get lofað ykkur að Ari, ef það er málið, þá reynir Ari pottið træmi. Þannig að fá henni klóðið að sér, leifa sér að detta á bakið og reyna að skella þessi træmi. Hann er einn mestu trængulvél sem ég veit Það er uppbandið þess. Já. Þá var ég klúðu. Svona er bara MMA. Það er rafverkið voru píparinn að rífast hver er gay. Svona fekk henni klóðið að mér, setti bara upp træningu.
En já, maður verður svolítið að passa það, þú veist, að vannmeta ekki svona gauðra, þú veist, alveg eins og liðsfélagins Aron Olfand, við vorum allir að vannmeta hann ógeðslega mikið á móti Jonna á sínum tíma. Já. Svo bara vann hann Jonna bara nokkuð þægilega. Já. Þannig að, þú veist, við skulum þess ekkert að vannmeta þennan gæði þetta tím alltaf mikið, sko. Þannig að við bara eitthvað tankastúpu. Nei, það er bara fyrir reynsluna, sko. Þessi gæði lúkar alveg fyrir. Já, og þú veist, hann hefur ekki alveg, það stendur ekki en það fólks ekki hann er gamall, en það finnur ekki alveg vist, aðeins heldur hann að gera það fyrir, gæti haft eitthvað að segja. Ég er ekki títur þetta. 18 ára. Hann tók fyrsta barndan með Kate Steele 17, yngsti Íslendingur taka ansabáta. Hann var ekki eitthvað sem var í ríkið. Nei. Bara eitthvað vesen með, þurftu það ekki að taka niður eitthvað bett svona á? Jú, hann kom með stuðla og fólk byrjaði að betta og Sýttur ánægðan að var og svona setja svona max, þetta er svona limit á þetta sko. Já. Þannig að ég bara að setja A-leifuna sjálf á mig sko. Sko, það er svo Extra vond, sko. Bara húsið mitt. Já, sem betur fyrr. Stöðullið var líka þvílíkt hára á mér sko til að byrja með sko. Já. Og jafnaðist hann út. Já. Ég held að hann hefði frekar margir tapað pening sko. Já, það er þeirra mál. Já, þeirra hálfvitar, ekki vegið. Já, don't gamble kids. responsible, það segja alltaf. Já, við erum ekkert áttum sem segir fólk að tippa ekki. Nei, Nei. bara responsible. Responsibly. Það er rétt. Setið í húsið. Það er geðveikt. Fuck, þú veist, Já. Það verður rétt að geðveikt. Þú veist þetta lóð. Hemmi. Allt undir. Það var ekki að Jón hefði sko sett húsið sitt undir þegar stöðlum var 4 eða eitthvað og þetta er bara 4 hús í dag. Bætti í maður. Þá var ég hér. Nei, þá er rúm upptíkinn ekkert svo þamt sko. Þá var ég heldur ekki að æfa sko. Hvað verður að gera? Það ætti 4 hús. Nótamenn. Skralli bara. Já, bara já. Flutu til Thailands og Og eitthvað. selja töðum. Já, ég ráð fyrir að þú væri bara komin eitthvað út sæginlega og hafa það fínt. Nei, ég væri komið beint í kamp til Thailands. Já, að æfa fyrir stóran barda og ég er farin að halda sko að þú sért ekki mikill svona æfingar BS í þér. Þú vilja hafa svolítið gaman á lífinu. Ég let ekki og mikið maður. Og ég sé á þér að þú ert fílhraustur, svo þetta er greinilega giftið líka fyrst þú gest bara svona hoppa af sófanum inn í bardaga og staðið vel og tekið Íslandsmeistaramótið. Það var þannig smá ósakast. Það er eiginlega betra afrek sko þegar ég byrjaði að æfa. Var búinn að æfa glímuna í einhverja 2-3 mánuði eitthvað og ég tók þátt í hérna Íslandsmeistaramóti undir, hvað var undir 20 eða undir 18. Ég hafi verið 17-18 og tók opnaflokki þar. Út einhverjum gæja á Mjölni sem átti einhver 10-14 ár í, þú veist, judo og nogi bæði samanlagt sko. Já. Náðu að klára hann með einhverjum triangle sko, sem var eitthvað bara hundahæfni reyndaræn. Það er svona eiginlega skárra en þetta sko, það var að vinna einhvern hvítbeltingaflokk en það var búin að vera kannski að grænda bara eitthvað í glímunni í ár sko. Þú hafi tekið eitthvað pásu sko. Er þetta kannski meiri bara slagsmála hundur heldur en íþróttamæður? Nei, já, rólegur. Við erum að púsa þetta, við erum á understanding. Nei, alls ekki. Mér finnst það gaman. Eða þú veist, jú, mér finnst það mjög gaman. Tíma til að svona skrópa á eyðingu en þú passar að mæta í sparið. Já. Nei, ekki. Jú, svolítið sko, svolítið. Stundum væri ég bara helst til að það væri bara að spara sko. Já. Ég er ekki, mér finnst það ekkert mjög skemmtileg sko. Sem kannski sést. Nei, ég veit. Ég er búinn að svars. Ég var aftur síðan, hefur. Svona að spara með kolla. Já. Hann er, já, þetta var erfitt referens. Ég hef alltaf átt að gæja sem ég alla aðeins spartaðinu mína. Já. Það er bara lungunum, bara þólum. Ég bara gas út. Ég veist að bettum að græða í því að auka lungu. Hvernig væri það? Það er æfa. Já, ég æfa sko, það er nefnilega málið sko. Ég ætti að gera það næst sko. Það er slikkan að bardaða. Já. Og halda svona, þú veist að flestir sem myndi taka barda með skömmu fyrirvara og ekkert kamp lenda í því að gas út. Er það ekki bara svona, er það ekki alveg svona
það sem maður gæti á að ég vona. Ég veist alveg að þetta myndi fara svona ef þetta færi meira en eina hlutur, sko. Já. Ég tók samt, á þriðjudeginum fyrir þetta, sko, tók ég sparraæfingu. Tók 3 lótur, bara eitthvað svona sérstættan lótur, sko. Já. En leið ágætlega þá, sko. Já. En það var svo eiginlega bara með hasperur fram að bardagar, sko. Gat Já, ég ok. hægt almennilega eftir það, sko. Já. Jú, ég sá það, þetta var bóðslega mótur, sko. Það gaf mér alveg smá confidence, sko. En það streiktar eða ég stiði þannig, sko. Fann það bara uppbytun að það var alveg, sko. Á móti hvernig varst að taka þessu lótu? Það var Thiago sem er að berjast núna, Tómas og Aron. Þeir eru allir, þú veist. Já, Aron Ungi hérna. Já. Þeir eru, já. Ok. Allir svona 80-90 kíló og búin að vera að æfa, sko. Já. En það var einhver fölsk von, sko, þarna fyrir þólinu, sko. Já. Hvernig fannst þér að sparra við Thiago? Nú var hann lenni í bardaga næstu helgi. Hvernig? Stór hættulegur, setti mér næstu upp á spítala, sko. Tók eitthvað hérna spinning heel kick maður, ég rétt náði að blokka það, sko. Náði alveg netturlega líka bara 2 öðrum bara skörpum beint í auðvitað. Gerst það fælt, sko. Rétt náði, sko, hann alveg ótrúlegt. Hann er rosalega stórhættulegur, sko. Ég mætti myndi í sparr fyrir sko í síðasta kampinn hans. Þá var hann bara droppandi menn með bodyspark og maður var bara shit hvað maður ekki vilja að taka það við þessu sko. Nei. Böggum stórhættulegur. Já. Pressan og taka hann niður. Ég fíla ekki að standa með hún. Það var bara reiður, sko. Bara hitt hann hérna einu sinni í bara hausinn, sko. Ég held ég hafi mögulega bara brákað eitthvað en í hendinni mér þess að fyrir þetta, sko. Það er ógeðslega að standa á mótunum, sko. En hann er líka búinn að bæta sig í glímu, af því að hann barðist fyrsta móti Leighton Kane, ef maður rétt. Þá minnir maður að hann hafi bara lent svolítið illa í glímunni, sko. Og þú veist, af því að hann er svona, já, eitt og voru að glíma saman og hann svona, glíma maður fer svo illa með þig og þetta er svo mikið bull eitthvað, hvernig maður er að glíma. Sem það er illa að segja, maður er með, þú veist, svona 10 ára reynslu í Taekwondo eða eitthvað, hvað var lengi í Taekwondo sem krakki, sko. Já, það kemur það. Já, en það er fálega, sko, fyrst skiptið sem ég sá Thiago berjast, þá er hann svona handfæta gæjan í bardaganum, þeir eru bara svona mæla rangeið og þeir eru bara svona handfæta og Thiago sparkar í maðurinn, eða svona sparkar í björn, bara roundhouse kick eitthvað og ég er bara, þetta er bara hægt. Þú veist, þú ert bara að, þú veist, að ekkert dista saman, en hann bara slengir fætinu upp. Bara sparkar og klinsir. Það er svo rosalega liður. Það er bara sparkaði hvaðan sem er. Þetta er, maður hefur miklu meira áhyggjur af þessum löppum heldur en höndunum að sko. Þótt að þessu er líka skarpt, sko. Einmitt. Þannig að maður er bara, hann er svo mikið með þetta bara in the bag, sko. En ég held að hann sé búin að vera rosa mikið að glíma. Já, það er ekkert leitt að taka niður, sko. Það sá líka í síðasta fætt, sko. Sá gæi var að reyna að taka niður. Sá gæi var líka bara fucking steraður. Bara, þú veist, með að hafa áhugur, maður sá hann gæja bara stútmassaður þarna á viktinni og eitthvað og, þú veist, sá gæja reyndi að taka niður. Lendi í tómum tjóni. Já, hann var bara með stera júllur, hann var með svona póka. Græno bara. Líka bara vel svona bólgrán á bakinu og svona, þú veist, það var alveg bara svona skrifað á honum, sko. Já, mér finnst þess að bara annarkveð maður, hann í Kate Steele, sé út í stera aðraði. Já, það er náttúrulega ekkert verið að testa fyrir þessu, þannig að kannski menn sem að, þú veist, sem líta á, þú veist, Kate Steele sem bara þú veist, hæðin á ferlinum sínum. Þú veist, þeir eru þarna að djúsa, sko. En þeir sem eru kannski að stefna á eitthvað lengra, þeir eru kannski ekki að... Þeir eru ekki byrjaðir að djúsa. Þeir eru ekki byrjaðir að djúsa, sko. Nei. Já, það getur verið. Það er svona gaurarnir eins og þessi Sagir Khan, sko. Sem er alveg bara drullu steraðir. Maður sér það bara á hann. Ég hef með svona blautan draum núna að setja þig í Kate Steele. Djúsa þig byrjaðarslæðingu. Við að fá alvöru holdarneitanir. Svona ekki sama á hérna Lawrence Chernock sem að Vítali barst. Það var djúsaði gæði. Það var bara að springa, sko. Og Vítali bara... Það er núna síðast? Já. Það er svona ungur... Nei, það á Kate Steele, þarna, þar undan. Já, þar undan. Það var alveg svona axlarbegur stór, sko. Já. Þetta er hann hafa verið stegur það. Já, ég fekk svona það væp á hann, sko. Ekki? Þetta hafa, nei, bara hraustur ungum með það. Já, það er amatjúrfættur, sko, sem það er góð meira breiður. Já, en svo dæmið af tröppunum. Þetta er einhver stera, það er bara einhver svona Lance Armstrong stera, sko. Já, þetta er meira þarna Luke Dyson, þegar ekki hann. Já, það er meira á. Já, það er meira svona þannig típuna sem eru steraðir. Hvað er Luke Dyson dag? Svona 0,8 eða? Nei, sko, hann var þetta met bara flestir amatjúrbardagar bara, þú veist, hann var bara berjast fyrir einu sem helvið. Það er berjast, þetta er bara meira
fæta eða eitthvað. Og alltaf þegar ég kæfti Reykjavík Masterofna, ég man ekki, hann átt að mæta einhverjum og púla út úr því og svo var eitthvað svaka rifrildi og... Já, ég held að ég sé að rúglast. En hann svo bara alltaf að berjast núna, sko. Það var bara sko einstu helgi, bara multiple shows og kvöldi og sko. Það var bara að reyna að bara slá eitthvað með, bara flesta bardaga, ég veit ekki, einu ári eða eitthvað. Ok, og hvað Hvernig er hann orðinn bara eitthvað vængi og þetta er nokkur árum að það er skemmtileg. Já, hann er það fyrir, sko. Shit. Ítra það. Líka þarft alveg pásu eftir bardaga, sko. Nei, ég meina, já, kannski ef það mætir í 50 og annan bardaga hérna á árinu, bara... Þú veist, þetta er bara eitthvað, hann á bara við einhvers svona backyard fighting bum fights dæmi, sko. Það er nú ekki lægi. Já, þessi sumir sem breytir mér alveg galnir, sko. En, sko, Thiago Oliveira hefur litið rosalega vel út, á síðasta stigið. Ég var mjög ánægður að sjá hann taka sigurinn með því Saqib Khan síðast. En hver er þessi Will Brown? Sko, Will Brown, eða Will Gibson eins og hann er auglýstur. Já. Hann er greinilega, þú veist, ég var að leita að þessum manni og ég bara fann hann ekki eftir mikla rannsókn. Komst ég að því að hann hét Will Brown. Og ferillinn hans er allir undir Will Brown, en hann er greinilega búinn að rebranda og heitir núna Will Gibson. Eða gift? Já, alltaf Eða gift og tekið nafn konur sinnar. Já. Eða sé að bíti kollan og tekið nafn mann. Jappans, sveikan og hann vill, þú veist, tók mömmu nafnið það. Já. Það er eitthvað drama, sko. Já. Menn breyti ekki bara last name, sí svona, sko. Nei. Rebrand. Þessi gæi, sko, Rebrandið. hann lúkkar ekki góður, sko. Ég horfði á, einhvern veginn barndað með honum, þú veist, strikingið hans er bara lélegt, sko. Já, hvað er þetta? Bara lélegt, sko. Bara liðið. Það er bara að fá þetta. Þú veist, hann kýlir bara einhvern veginn 1-2 og er ekkert að hitta og þú veist, svo reynir hann að pressa og fara í takedown. Þú veist, alltaf það sé ekki leiðin hans til að vinna Thiago. Þú veist, hann er ekki að fara að standa fyrir fram með Thiago, ekki sens, sko. Nei, ég held að vilji bara enginn standa fyrir fram á Thiago. Nei, Nema bara, það sem þú elskir að vera barri. Luke Dyson myndi kannski standa á. Það er ekki gaman, sko. Nei, þetta er ekki góður stað til að vera á, sko. Nei. Standum á honum. Hann lifir ekkert í klessu, sko. Hann svona vandar höggið inn, sko. Svo bara allt í einu bara geta ljósin slöknað, sko. Það er eitt, sko. Ég hef ekki lent í því ennþá, sko, en það er rosa. Já. Því ljótt að gerast það. Það er bara sama hraða þegar maður er í kringum. Já, menn það. Er það, myndur þú segja, þú veist þannig, þú tekur þarna einhverjum lótur með Thiago fyrir barða. Þú veist, er það aðalmálið, skilur þú? Kannski ég sér ekki spörkning koma og er það svona fyrsta kannski sem að... Snögg. Og maður sér ekki koma. Já. Kemur líka frá fáralegu stöðum. Ég hugsa bara, ég geti aldrei bara headkickað í hann. Nei. Svo bara... já. Shit. Það er bara pressan, sko. Það Já. er eiginlega eina sem að er þægilegast, sko, á mótunum, allavega. Já. Og að láta hann stíga afturbak. Já, eða bara komur eitthvað góður eða eitthvað svoleiðis. Er hann ekki orðinn frekar góður svona að sörkla og þú veist, halda distans og... Ég veit ekki, það var fyrsta þinn sem ég sparaði í, þú veist, Já. langa tíma. Þú veist hvað, pressa. Þannig að ef maður pressar hann ekki, þá fær maður bara einhverja bombís með því. Já, þú veist, nei, ég strækaði bara við hann. Ég vildi ekkert vera að taka hann niður, ég vissi ég átti enga orku í það, sko, að fara að reyna að wrestla eitthvað að glíma, sko. Það var bara ekki sens, sko. Þú vilt bara svona halda honum on the back foot. Já. Náttúrulega. Það var kannski áhugavert svona með svona pælum aðeins þessum barða, skilju, ef hann er lélegur strækjar og er bara að pressa hann. Þá kemur kannski þetta glímuelement inn í það. En mér sýndist það á móti fyrir síðasta barða að hann hafi verið svona nokkurn veginn búinn að vera að taka hann svo mikið til í glímu. Mjög duglegur að mæta og glíma því og bara wrestla alls konar. En ég veil ekki miklar áhyggjur af Thiago í þessum barða. Svona meira við það sem ég heyri frá þér og... En náttúrulega þú veist, þessi gæi er náttúrulega, þú veist, með reynslu, þá hann sé 0-2 sem pro, þú veist, þá er hann með fullt... Er það prófætt? Já. Já. Það er best. Já. Er þetta ekki Þriðji prófættin hans. Thiago? Já. Sko, Will Brown er með sko, hvað... Vissi það ekki? Já, Will Brown er með sko 6-3 amateur rekord. Þannig að hann er alveg, þú veist, alveg komið 9 amateur fræta áður en hann fór pro, sko. Og þú veist, þarna er hann með einhvers round one finishes, naked choke og armbar og einhvern KO, sko. Þannig að hann hefur alveg átt einhvern amateur feril, sko. En hefur farið svona illa á stað með prófilinn. Já. En þetta er síðasti barðan í kvöldinu, ekki? Jú, Mér þetta finnst er bara það main sett- event.
Já, ekki alveg main event, þeir eru með þetta Battle Cup system, sko. Þetta er ömurlega plássið sem við erum alltaf að hlæja af. Þetta ætti að vera main event, ég meina þetta er pro-bardagi. Ætti að vera main event, skilur við, þetta er síðusti bardagi. Þeir eru kyndur og ekki inn sem main event. Taka þeir í svona fæt upp á belti alltaf einhvern veginn svona fyrir miðju eða eitthvað svoleiðis eru. Jú. Hvað ég veistu það ekki hvað Þeir eru með svona þetta Battle Cup dæmi, sko, að sem að sjói toppar í svona þriðja síðasta bardaga. Já. Eitthvað svona þannig á þetta að toppa. Sem er alltaf alveg frekar ömurlegt, sko, því að þú veist, að þá fer krátið og svona, já, main eventið er búið. Eitthvað svona, nú má ég fara og þá er bara komin einhver ræstitæknir að skúra og eitthvað og enda einhver gæja að slást, sko. Það er eitthvað bara þessi færður á prílims eða eitthvað og þú mæti bara seint og klára þetta, sko. Já. Síðustu fættin á alltaf að vera main, sko. Já, þetta er bara main eventið við erum main eventið. Já, þetta er mjög skrítið. Ég segi að Bjarki taki við þessi sjói og gera þetta almennilega. Mér líður svona eins og að, hérna, með sína reynslu, sitt Glacier og geta hann bara rífið upp á næsta level. Ég voni að hann taki Bjarki og haldið þetta næst bara helmingi stærri. Þú í Reykjavík, hvernig var Það er ekkert mál, sko. Þú veist að við getum alveg selt helmingi fleiri meira, sko. Já, meira, sko. það er svona Icebox bara, þú veist, í Kaplakrika eða hvað íþróttahúsi sem er heilan sal undir þetta og selja 2000 miðan. Þetta er miklu skemmtilega að horfa. Það segir allir sem að koma á mæta bæði. Ég er með sér die-hard boxing gæjar, sko. Já. Það finnst öllum MMA mikið skemmtilegra til að horfa, sko. Já. Það er aksjón og, þú veist. Ég er þar, sko. Ég veist það miklu skemmtilega. En ég held, sko, að Bjarki gerir þetta svo vel, sko, að hafa þetta svona þröngt, sko. Því að við svona góð bardagastemmning er einhvern veginn svona eins og eitthvað svona rap-battle úr, þú veist, 8 Mile eða eitthvað. Eitthvað sem ég Hvað hétt þetta myndin á sæmindum? 8 Mile, já. Það fyrkast ekki við það. Nei, ég er ruggli, það var bara 10 green 50 miles. Hversu margar mýlur voru þetta? Nei, bara það sem þetta er óslega þröngt, skilur við, það er bara svona smá svona hiti og sviti í loftinu og einhverjir gæðir að berjast, skilur við. Svona underground. Já, það var einhvern veginn svona, ég vil ekki segja að það hafi verið alveg stemningin annars, sko, en það var samt alveg svona, þetta var þröngt og Mér finnst þetta betra en öll sjó sem ég hef farið út í, sko, Já. bara Kate Steele og allt þetta, sko. Mér finnst þetta Einmitt. flottur og þægilegur. Já, með Kate Steele, svona, þú veist, að því það er svo mikið af almennum miðum, þannig að það er fullt af sætum sem er ekki setið í, skilur við. Og það er ekki nógu nálægt búrinu. Þannig að þú nærð, þú veist, að hafa búrið alveg í sætaröðinni, það býr það til svo geggja stemningu. Þess vegna var Andrews Þýður, að mínum mati, alveg svona rétt af venju. Og kommentator borðið sem að ég og Dóri DNA sátum við, sem þurfti að taka einhvern iðnaðasti og klifur úr. Voruð þið að lýsa Já, bardaganum? já, ég og Dóri DNA lýstum. Ég horfði á þetta nefnilega eitthvað daginn og mér finnst þið tala svo mikið um að eins og þið væri að búast við ég væri að fara að reyna að taka þetta í jörðina, sko. Já, ég hef kannski eitthvað aðeins viðrað þann vingil, sko, bara svona fyrir optiona. Því ég náðum hana einu svona uppi búrið, sko, þá var ég bara að reyna að hvíla mig, sko. Já, já, maður verður sko bæði sko verður með eitthvað svona innsæi og líka bara svona, þetta gæti farið þangað. Já, algjörlega, sko. Eitthvað svona, hvað er hann að gera hérna? Hann er að gera eitthvað hættulegt. Kannski ekki heldur miklar upplýsingar. Nei, það var líka eiginlega málið. Ég náði líka að geta spjalla við þau sko, fyrir. Ég tók þið ekkert á tal. Sem ég fyndi það, því að ég var alltaf komið með pappans Lachlan Clark eitthvað að tala við hann Lachlan Clark eitthvað, ég getur sendt með línu. Gleymi svo að tala við Jóninga fyrir fætt. Þetta er Lachlan Clark, hver er það? Gæði sem Já. Einmitt, pappans Scott Clark Það tala um eftir bardagann eitthvað svolítið? Nei, fyrir bardagann. Já. Hann reyndi streyminu fyrir gymmið, það ekki? Jú, og vorum ykkur svona streymispælingu. Þetta var svo ruglaði dagur, sko. Ég veit ekki hvað ég var ekki að gera á þessum degi, sko. Þetta var virkilega skemmtilegt. En við fáum ykkur næsta Glacier í mars, heldur. Já, það var aðeins svona viðra þarfni, sko. Ég var eitthvað yfirherra Bjarka um þetta. Gerðu? Já, þannig að hann var stefn á það, sko. Ekkert staðfest, sko. Nei. Þannig að Ég veit að fólk sé drífur sig að kaupa miðan. Já. Það er fljótt að seljast upp síðan. Já, þetta var alveg bara að koma mánaðamót. Það var bara 1,5 vika eða eitthvað í sjói. Og þá var það bara 2 vikur í sjó, þá var uppsett. Þetta var bara chaos, það var bara allir að reyna að fá með það, sko. Já, og þú veist, götuverðið var 21.000 skall, eitthvað. Þetta var alveg proper dæmi, sko. Big Red skáptum tickets fyrir utan á. Já, og þú veist bara, það voru allir allstaðar eitthvað, að reyna að fá miða á eitthvað. Þetta var, já, þetta var floppistinni. En strókar, ef einhver væri búið fært í mars, myndu taka Glacier Færnit? Já, æfi ég kannski. Já, ég myndi örugglega að gera það.
Fínt núna þegar maður er búinn að kötta, sko. Já. Komið niður í, 74 kíló eða eitthvað. Já. Það var verra þegar ég segja á fætnum að verða náttúrulega eitthvað 81 kíló eða eitthvað. Þarf að fara niður í 70. Já, shit. Þannig að þetta var alveg brutal cut þá, sko. Núna væri örugglega fínt að taka þetta. Það var þetta minna þess. Já. Getum við ekki fengið þessa tannkremstúpu til landsins? Ég væri til að sjá Jón Inga berja. Já, gefið mér einhvern auðveldan næst maður. Já. Þessi er alveg það. Þetta að vera það. Þetta myndi líka út þess að vera af, og fekk hana Bumbustrákið. Þetta fyndi bara, googla bara eitthvað biggest mismatch in MMA history og þetta kom bara upp. Það, sko, ég man þegar Aron var eitthvað svona í podcastunum og var eitthvað að ræða þetta og ég bara, ég kannast ekki við þetta. Fundu svona strák. Shit, hvað ég misti mér hlutinu. Ég hef aldrei hlegið jafn mikið yfir þessum, hvað var þetta? Þetta var svona ennsku bumbustrákur sem hýtti Aron Leó. Það var týnst út í búð eða eitthvað. Það var bara svona enda að vera að kalla hann upp eitthvað svona. Við erum að gefa sér fram í þjónustuborð. Það var bara komið líka MMA-sjó fyrir 500 pund eða. Ég hef alveg heyrst að það gerir svona, sko. Þá er bara einhvern af göttinni basically bara 200 pund og ég það sér nú. Já, það er áfrið í búinu. Það er það. Já, ég myndi taka þessu díl allan daginn, sko. Já, ég er alveg vilja fá borgað hana fyrir gleysið fætið hana. Já, það var mikið bumbustrákur, sko. Þú ert hvorki tannkremstúpumaður en ég bumbustrákur. Það er, þú er bara... Hann er örugglega með betra þoli ég þessi fætið hana, sko. Þetta upp gameplan fyrir, verður bara á sófanum og ekki hreyfa þig. Ég skal sponsa þig með einhver svona Volt Premium aðgang, Já, svo ertu bara þar. Ég seti þá fljótt á hausinn, sko. Já, svo bara, ég ætla ekki að borga matinn, ég er bara að borga hérna membership, bara free delivery cost, sko. Tek því. Já, og svo mætur þú bara vel hringlóttur í búða. Skal mæta funnur í þokkabót. Bara tjökkar þetta á leiðin inn og svona. Það verður geðveikt. En, sko, þú Þorgís, ég var að spyrja það með Kate Steele. Þú varst eitthvað að tala um, þú hérna fórst strax í það og verður bara lítill feiminn strákur og eitthvað. Já, pretty much. Já, er Kate Steele of stórt svið? Ég veit það ekki, svo kannski svona eftir að maður er búinn að taka þetta eða þá kannski er þetta orðið svolítið minna. Já. Þú verður bara einhver, sko. Ég er fyrst. Það er að pæla í, sko. Já, það ekki. Ekki neitt. Fyrst, það er bara ángriðst, já, við þessu sjói, sko. Mér skemmt að Bjarki að vera bara, þetta er bara lítið þetta. Ég var svo tekinn, sko. Byrjaði að kötta og allt eitthvað. Og Bjarki bara kættist þig bara, tekinn. Pretty much, sko. Þetta er sko alltaf verst, sko. Þetta er svo mikið af fólki sem tóktum. Já. Fólki er þetta bara eitthvað breska bittumæður sem þú sér aldrei aftur, sko. Og var allir bara eitthvað svona, enginn sér, bara, skiptir ekki máli hvað gerist. Ég þurfti að gera hana. Bara til Thailands og vinna reppurðu aðeins. Einmitt. Já. Þetta. En hvað, töpun ykkur fara illa í ykkur? Svona í alvörunni? Já, ég græti ennþá að bera verði. Nei, það getur ekki verið. Því ég gerði sko background check á þér einhvern tímann. Ég sá, já. Og hérna, þú barðist við einhvern geggjaðan gaur. Sean Clancy, Já. Já. hann var að vinna middleweight champion beltið í Cage Warriors. Já. Það er bara þessi hann. Þú barðist við, já, Sean Clancy Jr. The one. Ég var næstum búinn að tapa hann út, sko. Já. Já, Var þetta ekki Aronlöf við hann líka? sko. Þetta. Já, hvernig fór það? Hann var Já, bara... hann tapaði líka svona. Já. Þessi gæri Já. er bara, þessi Já. gæri er í UFC. Er Já. ekki bæður, kannski Jú, gæri? þeir eru báðir konum með belti í mismundi. Já. Líka, sko. En hann er, já, hann fær símdala og buður sér bráðan með því, sko. Já, náttúrulega, einmitt. Þetta er náttúrulega alveg fokkir, hvernig er það eiga svona anstæðing á rekordunum? Er það eitthvað að fylgjast með honum eða? Já, ég talaði um hann, sko. Nú? Hvað með það, sko. Við erum alveg félag. Já, ok. Já, ég bauði hann til Íslands, maður. Hann kíkir kannski. Tekur hann hjá ykkur eða. Já, það var wild. Já, hann er hrikalegur, sko. Alveg standa á hann. Já. Og er líka eiginlega bara búinn að valta yfir alla, sko. Þetta er núna sem prófum, sko. Já. Ég er sko, þetta er alveg sko það sem ég er alveg mest stressaður fyrir, sko, ef ég verið að berjast, ef ég verið svona bardagtýpa, væri bara svona að vera eitthvað svona, þú veist, annar aðeins í bardaginn eða eitthvað, hoppar minn í búr og þú veist það ekki fyrirfram
en þú ert bara allt í einu að berjast við eitthvað svona Messi level og maður er bara svona, fuck, þessi gæi er Messi og bara, Hann var sko rankar held ég með 1 eða 2 bara í öllu Englandi sko. byrju þegar þið mættist eða? Þegar við mættist, já sko. Já, ok. Og þetta var líka, þetta var sko, við börðumst í 72,5 kíló og ég var 83 kíló eða eitthvað. Þetta var alveg rosalegt kött. Wow. Ég er ennþá fastur að ég hefði klárað þetta Kimura sem ég náði honum í hana ef að hefði bara haft eitthvað í tanginum. Þetta voru eitthvað 6 kíló sem ég tók bara í vatnslöfum sko. Shit. Náði ekkert að, ég var bara þurr í hálsinum að labba inn í búrið og ekki feeling good sko. Þú ert líka alveg stór gæi, skilur, þú ert hávaxinn og langur. Ég er ekki með nóg mikið vöðumassa þannig séð til að tæma það svona sko. Þú ert keppið middleweight núna á Glæsivegi. Jú. 84 kíló. Jú. Ég var sem bara 81-2. Eða þú veist, ég var það, ég fæði bara að borða fyrir viktin sko. Drakka fullt af það. Það myndi líta hans. Þetta út sko. Sí, það er wild. En hann Sean Kenzie hefur mætt 3 Reykjavík MMA, mætti líka Kristoff Frost. Já, ok. Sem ég reynda veit ekkert hvað sko, ég bara heilt með nokkuð. Já, Hann er heldur hlut til Póllands eða. Já, Hann er það í svona tíma sko. Ég kannast ekki við hann Kristoff. Það hafi verið lengi hérna. Já, hann er komið belti í Cage Warriors. Og líka búin að vera svolítið lengi líka. Já, hann er 5 bardagar, 6 bardagar. Líka búin að vera að berjast reglulega sko. Já. Og þið eru bara eitthvað miklu mátar, þannig að við eigum vona honum í gymmið eða? Ég veit ekki að Þú ert frá veiðan. ég er ekki eins og bara verið í gymminu sko. Ég veit ekki hvað gym ég á að bjóða honum í sko. Ég bendur að Reykjavík MMA. Já. Ég var næstum að segja að það bara 1 gym á landinu. Það var alltaf margir móðgæðar ef ég myndi segja það. Nei. Ég býst við að hann verði bara komin yfir 7 á næsta ári sko. Já, og sko, þessi gæði Sean Kenzie, hann er æfingafélagi gæðin sem er að fara að mæta á. Þeir eru allir þarna úr sama tíminu. Hann æfir líka með Paul Craig. Já, Paul Craig er með það líka, já. Já. Þannig kom á Olfant og Calvin, Jacob Calvin. Ok. Þetta tengist alltaf. Þetta er... Líð bara heimur. Já, þetta er svaka gym þá. Já, þetta er hann. Jú, það er skotar sko. Já. Þeir eru fucking harrið skoðum sko. Reyfa. Já. Það ekki þeirra? Jú. Fyndi að það væri ekki þeir sko. Nei, ég hef ekki svona kostum. Hefur ekki hort á Brave? Nei. Ég ætla að vera svona ákveðið eitthvað svona fætir og húrfa á svona day of the fight. Já. Svo setur Braveheart með þeirra gött á það. Það er ekki málið. Ég hef ekki heldur sér það sko. Sko, Reykjavík það Hætti nú alveg. Reykjavík myndi alltaf í þessum ferðum þegar þeir eru að kvölda weight bara eitthvað upp í Firehouse. Já. Þá setur þeir alltaf á eitthvað eins og voru með 300 daginn og Gladiator og eitthvað. Já. Setur alltaf á einhverjum svona stiðismyndir. Já. Það er algjör stemming. Sko, ég er alltaf svo lítill, ég er svona feimilstrákur eins og Þór Gil, sko. Ég er feimilstrákur. Já. Við erum minnst ekki, sko. Eitt með að vera upp í Firehouse eitthvað, fyrir eitthvað bardagakvöld. Og fjasteikunni er bara svona hent til minn eitthvað, æ, sett eitthvað á sjónvarpið. Og Aron og er svona í ferðarsánu eitthvað svona krötta niður. Og ég hef sjaldan verið jafn mikið bara, þú verður að velja vel, Nonni. Og það var beitt í 300, sko. En Braveheart hefði líka verið málið. Er Það hefði verið Neighbors eða eitthvað. Nei, Gossip Girl eða eitthvað, ég svokki mig í eitthvað svona alvöru dramatíst, sko. En já, Kunli Lavag sem er í Halla, hann er líka í tíminu þeim. Hann er líka það? Já. Ok, þetta er proper Þetta gym, er sko. bara svaka gym hann í Skólandi. Ok. Ég held að séu sko, líka með einn annan gæði í UFC sko. Já, Þetta, Já, ég kláraði sko, ég geti alveg verið að ljúga bara af sko. Já. það er alveg Dylan Túk, hann er í Bellator að PFL eða eitthvað. það var ógeðslega fyndið þegar við hittum við hann að Kunli Lavag. Hann er mjög ógeðslega skoskan hreiminn. Já. Það var, af því að hann er bara svona svartur Nígeríu-gæði. Já. Ég var bara að skoða hann á pappír bara, já, þessi gæði frá Nígeríu. Svo kemur bara geggjaður skoskur heimur og ég bara, átti ekki vona þessu. Já, gamla þessu. Ég það byrði ykkur smá spá, áður en við erum ekki bara að tala mikið Cage Steel og það hafa átt að vera svona Cage Steel uppbytun. En bara þannig að Ara, hvernig sjáu þið Ara vinna þetta og hvenær? KO ennari, headkick. Headkick KO í annari, Já. en svo tókist. Ég er svona glíma hann bara niður sko. Bara kannski aðrar eða eitthvað svoleiðis. Já, bara, og sveppa. Já. Hvernig? Triangle. Mounted eða bakinu?
Ábyggilega bara á bakinu, sko. Já, ég meina það verður mjög aðralegt. Já, hann mitt sagði það, mér svo þægilegt að vera á bakinu, sko. Hann er bóttan. Já, og allavega sko á Glacier, þegar hann var undir á móti Anthony, hún fannst það allt of þægilegt sko. Sástu vídeoð hann þegar hann lítur svona myndaðal með eitthvað. Já, Svo hann ríða kall líka bakinu, sko. Já. Hann sko fokkar, sko. já, hann var að njóta sín óslega mikið þarna. Hann var bara kominn til að skemmta sér sko. Já, það var fyndið. Og Gunnar Nelson eitthvað að gefa Anthony Smára eitthvað ráð í horninu bara, þegar hann byrjar að rífa svona kjáttið, kýldu hann bara. Þú voru búin að sjá í útsendingu þegar Gunni Nelson situr í vörina. Já, Sef skónir. hann líka, það er eitthvað svona númskrimd í augunum sko, hann er svo mikið að njóta það momentið sko, hann bara, let's fucking go, og svo bara, já, geðvig. Já, geðvig. Hei, og Tiago, hvernig tekur hann barnað sig? Shit, ég veit það fett ekki aftur það. Ég held að Já, ég held þessi spinning heel kick, sko. Já, Það virkar sko. sem hann reyndi að drepa því með. Já, Sýningu lítið á þessu eftir maður. já, það með vídeoð. Já, ég leti að taka upp alla 3 lótunum. já, Til að geta lært smá. to the tape study. Já. Það er Tiago lendi þessu svona spinning hook kick. Þú veist, þannig að hann lætur svona hælinn lenda einhvern veginn. Þú veist, hann lendi þessu tvisvar á móti Khan á síðast bara. Þannig með einhver svona spörk sem menn er ekki vanið að díla við þessu bara. Já. Ég sé alveg fyrir mér að, ha, Hann er ógeðslega hittin líka, með allt það rót, sko. já, hann er fucking lúmskur sko. Það vanhæðist bara þarna í glímunni, að menn getur svona ákveðið bara að þetta verði að gera þetta ákveður svona leiðinu wrestlingbardaga sko, og nulli út hinn leikinn sko. En hann horfði ekki bara á hérna Peter Yan á móti Merab síðan helgina og læri takedown defense frá Peter Yan. Það er bara, það er bygglega lent öllum 4 spörkum eða hvað það var í tíma, þeir ekki bara staðið hér. Já, þegar maður ekki verið bótt í það. Frey bara hann hausinn. Já, það gerir það ekki það, maður er ekki bara að sparka í bótt í honum og... Já, ég brendi mig vissulega líka á því samt hann í seinni lótinu, sko. Ég var að búast þetta headkickinum hann Já, alveg uppi og já, þá kom það. aftur í bótið, sko. Já, það skal með tíu, hversu ótt var það? Það var ennþá neitt, sko. Já, við erum talað um svona 11-12 af 10. Já, líklega, sko. Það bara ég gaf bara upp, sko. Það bara, lappinu maður virka bara ekki. Já, Þetta er svo ógeðslegt, sko. kannski ekki kærastan Þorkels lána Líka bara eftir fyrsta, önnur lótan byrjaði, fannst bara eins og ég væri kannski með svona 20% burðargetu í löpunum. Já. Það var bara svona, fokk, núna er hann að fara að berja mig. Ég hafði litla trú á sjálfum mér þegar annar lótan byrjaði, sko. Önnur lótan segi. Hafið þið ekki svona body kick? Nei, ekki svona grimt. Ég hef samt fengið livershot bara, þú veist, hérna högg og alveg þannig að ég er líkt, sko. Það var fucking viðbúr. Ég vil meina að fyndin séu verði heldur en liðurinn, sko. Ekki langt sem ég fengið svona liversjött. Þetta dregur úr þér allan andan og bara missir allt loft úr þér. Já. Það er svona paniktilfinning og það er ekki að anda eitthvað. Skemmtilega óþægilegt, sko. Skíti. Mér finnst svo umrætt að vera lamin, sko. Þess vegna fer ég bara í glímuna og knúsa menn eitthvað. Ég elska það eitthvað að tjóka með að sökva inn einhverju re-naked og ég get verið eitthvað svona, nei, hættu þessu, eitthvað svona, bara í einhverju svona dullir í, sko. Mér finnst það geðvögt. En að vera kýldur í andlitið og eitthvað að sparka í mig og eitthvað, ég bara, herri, ég er alveg til í að sleppa þessu. Stundum ég hef maður samt bara gott að láta lemja sig aðeins. Aha. Já, ég held það. Það er adrenalin komið og finnir maður ekki til. Það er allir gott að því, alla veginn. Já. Ég heyri ofta að ég þurfi að vera humbled. Þurfum að láta. Já, það er ringur í nefið að mér, sko. Já, kannski rétt, það er kannski bara gott að þessu. Geðveikt. Hérna, við ættum að fara að henda okkur inn í UFC-kallan. Já. Ég er bara, ef ég að lefa strákunum að slefa. Já, ég er líka á þess. Vil ég endið á tindarspökkum það? Já. Við erum alltaf svo gott content, sko. Biggi er óslega til í það, sko. Ég er mikill kamerumaður. Alveg. Það er myndaðalega.
Já, ég hugsa að ég nái svona the right angle með rétt sjónum, sko. Fyrir næsta kanti ykkur þá fáum við nonna til að fara inn í búr með ykkur og hjálpa ykkur að æfa. Já, ég get alveg mætt Þorgils hvernig sem er, sko. Hann er bara meiddur með Marín Ristil og eitthvað. Ok, svo Mars. Þú spilum þetta bara í kamp. Já, það er ekki það. Svo getur sett húsið, þú veist, stöðlinn verður eitthvað þrot á þér, skilur Nei. og setur húsið undir og eignast annað hús. Ég veit ekki að veðja neitt, aldrei. Nei. Við erum svo grimmi tipparar, sko, ég og Biggi, ég elskum þetta, sko. Svo er ég alltaf með Bigga grátandi á chattinu svona eitthvað, ég tippa á þetta fótboltaleið og þeir bara breytist allir í mongolíta og síðan tapaði pening. Það er greið, sko. En ég mat, sko, við höfum svona eitthvað aðeins glímt. Ég og Þorgils. Ég held alltaf að ég sé orðið nógu góður til þess að eiga sjens. Og svo er ég alltaf einhvern veginn hömblaður. Það er með gott svona survivability, sko. Já, ég má eiga það. Já. Það er getur verið erfitt, getur verið tricky að ná sér söfið, sko. Góður hana í vörninni, sko. Já, törtlið, sko. Það klikkar ekki, sko. Og when in doubt, turtle. Ég hef tekið 2 æfingar eitthvað, svona smá sparba. Ég var ekki mann ekkert eftir því. Jú, ég sparkaði eitthvað og stóð keks þannig. Svo varstu bara eitthvað, teipa hana fullu eða eitthvað. Já. Þetta er svo böggandi með tærnar, það er ástæðan okkur, ég nenni ekki að æfa kickbox, það er ég meiði mig alltaf svo fucking mikið í tónum mínum. Já. Ég líka svona gefið maður heldur að maður sé góður, svo bara eitt spark í ég. Já. Þetta hafi líka, var það ekki í mig sem sparkaði þannig? Alveg. Alltaf að sparka þetta eins og ég lendi líka í fattum, bomba í hné og gaf. Ég er bara nýhættur að vera bóltur. Það var ekki slátt, sko. Það var sem ég heyrði aldrei neitt á hópninu eða neitt, sko. Það var alltaf bara, það var einu sem þegar ég sparkaði hné á hann og heyrði bara og líka, þegar ég sparkaði í mann, það heyrði það aftur bara frábráð. Já. Já, ég held að allir í salnum hafi sammælst í þessu úi. Við sátum hann aftast eftir þetta og þeir sögðust að það heyrti þetta alveg í hákað, sko. Já, þetta er fokkin small, sko. Já, þú kemur stökkið tilbaka í mars. Já, það skal hann til. Og opnar kartið og bara heldur þér áfram í mangóinu og... Redemption. Já. Jesus Christ, man. Ég... Pældi hvað það var ég, tjóðlega var það gaman. Já, þetta Taka kamp, teipa tærnar. er... Er það góður eða? Ekkert er aðeins tófmál? Já, geður. Ég er alveg einhvern að sjá mig með einhverja nýhlífur að teipa þar í balda. Væri það fyrir neðan þína minningu eða? Ég veit ekki, það er að segja nú bara, hörru, mér líkt í hnjánum, gjössu þér. Já, ég er alveg í hryggi hérna. Gut rauður. Já, það er enda góð punktur, sko. Þú líki eitthvað tipaði á Jared Gordon eða eitthvað. Þú mættir með double nýrslífa. Já, mætti doppul nýhlífur í barndarum og það takk fyrir þetta. Vökkulífur, það fær ég bara beint í, eða nýhlífur, fær ég bara beint í hílúka í geta og bara. Mér finnst að menn eftir bara alltaf að mæta eitthvað þið séu meiddir eða ekki í ykkur svona hlífum. Fake out. Já, og við erum bara svona, og svo þegar þú meiðist, þá getur þú verið í þeim að því að, þú veist, enginn fattar það. Ég er bara veitur á vinstirinn, heil hlífa hægri. Já, sæk! Svona svipað með, þú ert að segja honum Lokklandi að ég væri eitthvað slasaður, en við sögum ég væri slasaður í nýju, sko. Og fake out, sko. Já, skjöðast. Spila chess og checkers. Já, það skiptir máli. Herri, ég ætla að fá að kveðja strákuna og við fókum yfir í UFC-kapnum. Við hefum svakalegt UFC til að gera. Þannig að klukkan mælur alltaf mikið. Herri, strákuna, ég þakka ykkur fyrir komuna og bara þangað til næst. Jón Ingi, verð sjáum þér alltaf í búlunni í mars. Og þú verður að hætta að vera svona feiminn. Hætta feiminn, já. Þú verður góður hérna að rafvirkjast mínir með Akrafjallið. Við tökum það saman. Já. Þú verður líka að berist í mass, núna þú veist hvernig þetta er. Já. Ég er alveg til í það. Það getur ekki að leiða það til sér, sko. Tekinn aftur, sko. Nei, þetta er það ekki. Herri, það var ógeðslega gaman að fá okkur.
við áttum inni gott spjall með ykkur. Þannig að hérna bara, þú læst bara að taka eftir ykkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Þetta er mjög pásu. Það er með þess að, get ekki sett á svona texta hérna, svona smá pása. Sporið. Já, myndalega ekki. Streamið í gangi. Og maður getur nú heitir og eitthvað. Nei, það er ekki heitir. Hvernig klippið þetta og setja þetta á Spotify? Bara þetta er þetta bara. Já, ok. Byggist og blóðsvæður. Það er alveg. It's well for me. It speeds and presses you. Þú ætlum að vera svona friends quote þema. Hey, já, það er ekki. Takk að það er gott. Svo. Hvað er þú? Já, já. Ég er spáð það. Ég vandaði líka eftir að ég bara, þegar voru allir meittir og eitthvað. Það var bara, þeir voru bara eitthvað. Nei, ég voru meittir. Já, ég voru meittir. Eitthvað. Voru að læra. Eru ekki bara að keyra í það? Það að mjúta einhverja mæka og eitthvað, maður sér á. Ég ætla að reyna. 24. Ég er eitt með það. Awesome. Keyrum við ekki bara í það? Jú, já. Bara ekki. Herru, já, við erum þá bara komnir aftur, held ég, alveg pottet. Erum við ekki að rekka þetta? Jú, það hlýtur að vera. Það lítur að... Já, er ekki raukt alltaf rekk? Ég annars verði ég bara brjálaður út í hann en þú klúðraði þessu. Já. Herru, hérna, Þorgils og Jóníki, þessir. Já. Nonni vikunar? Já, Sweet 16, maður. Djöfull er ég orðinn loðinn og sjúskaður í andlinu, maður. Þetta er meiri vikan. Þetta er alveg bara búið. Ég ætla ekki að segja glímudínuna núna í 3 vikur eða eitthvað. Já, það. Já, það er gaman. Herru, en þetta snýst ekki þreytuna og vinnudugnaðinn í mér. Nei. Það snýst UFC 323. Já. Svo ný liðinni helgi. Hérna, fyrsta viðbragð frá þér, Viki. Hvernig fannst þér kvöldið? Heyrðu, bara klikkað maður. Bara djöfull skemmt í mér að horfa á það. Þetta var bílað kvöld. Já. Ég var líka bara að betta á þetta allt live og ógeðslega gaman og græði fullt af pening og það hefði ekki getað verið skemmtilega kvöld, sko. Jesus. Og þinn maður, Joshua Wan. Já maður, ég er búinn að vera að tala Joshua Wan svo lengi. Já, þú vissir að Pantoja myndi slasa sig. Nei, ég vissi að vera með þetta secret move og henda hann meira á öxlunar. Já. Herru, byrjum á byrjunni, sko. Ok, ég er sammála. Þetta var klikka kvöld. Eftir þetta kvöld, þá var ég bara... Þetta var ein mesta UFC skemmtun. Þetta var svo rétt leið til að klára árið. Síðasta pay-per-view ársins, þetta var rétt leið til að klára þetta ESPN erða. Þú veist, það var bara kvöld, það var bara magical. Magical evening. Já, ég er alveg bara... Ég gæti ekki verið með sammála. Ég hefði ógeðslega gaman á þessu, hérna horfði á þetta daginn eftir, en ég náði ekki að horfa á þetta live. Já, Og lá bara upp í rúmi og var bara... Djöfull, það skemmtilegt. og loksins maður, ég er búinn að vera praying fyrir Merabs downfall. Loksins gerðist það. Já. Sýldur glæðir. Ég held að hann hafi ofmetnast Já. með að vera að berjast svona mikið á hárinu Nákvæmlega. og vera alltaf bara svona þessi er búinn að bæta sig geða mikið, ég vil taka þennan, þessi, ógeðslega entertaining alveg tíma. Kallaði eftir Peter Yan. Kallaði eftir Peter Yan, kallar alltaf eftir mesta motherfucker sem hann finnur. Að þetta var bara, þú veist, of mikið að verja beltið sitt 4 sinnum einu ári. Ég veit það og líka, þú veist, ef hann hefði bara sleppt bardaga, þá værum við bara að tala þú veist, hver bardagamaður ársins. Það ætla bara meira, bara 3 titilvötnir á kalendar árinu. Já. Og bara þvílíkt impressive eitthvað, en ekki lengur og því hann endar árið ekki, þú veist, missa beltið sitt. Já, kom tabbeltinu og núna er maður eitthvað svona, að nánast að maður tala Peter Yan frekar en meira. Sem fætir ársins. Já, þú veist, ef maður í umræðum skilur, hann endar árið svo sterkt, það maður er bara svona, hann situr eftir. En þetta var biluð framistæða hjá Peter Yan. Já. Bara þessi stíl. Já. Mér finnst ekki svo gaman að ég heyrði eitthvað Merab sagði eitthvað svona, já, eitthvað klíma minna að gera þetta meira interesting. Og það þegið og skust í fucking 29 takedown. Já, sem er mjög Peter Yan-legt. Já, sem er mjög Merab-legt.
Já, sorry, Já, já, en það sem ég vildi sagt hafa. en mér finnst bara að finna þetta hanga, ég vildi bara gera entertaining fight, bara nei, þetta bara gekk ekki í það lengur. Þú reyndir það eins og þú gast að taka þetta niður, gera það sem gera alltaf. Mér fannst það samt einhvern veginn ekki svona setja það mikið púður í þessar fellur. Ég er svo 29 fellur. Já. Þú veist, í hverju fellu tilraun, sko. Þú veist, suma fellu tilraunir voru ekki eitthvað svona all out, bara, þú veist, þú fer í gólfið no matter what, skilur. Ekki svona hamsat fellur. Nei, þetta var alveg svona, þú veist, þú átt að verja þessa fellu til þess að brjóta leikinn svolítið, gera þetta svolítið cardio-based. Svo þegar við, þú veist, svo þegar við slítum einhverju sundur, þá verður hann komið með hátt upp með verðina eða þeir beint í höggi, skilur. Grípur þau þegar, svona eins og þegar Leon Edwards náði Gunnar með olnboga, þú veist, og eiginlega svona tók svolítið yfir barðan, eða átti mjög stóran kafla. Það var alltaf þegar Gunni sleppti honum á clinchinu, þá setti hann hendurna sína svo lágt niður og Leon Edwards kom alltaf með þessa olnboga yfir, hitt hann svona 2-3 þannig. Og meira bara alltaf tilbúið með höggið eftir felltilraunina. Þannig að, þú veist, mér fannst það svona svolítið verið að spila það, en vissulega, þú veist, 29 felltölunir og enginn af þeim eiginlega gengur upp, sko. Það er ekkert að viti, sko. Nei, þessar tvær sem hann kreditaði fyrir, sem hann næri ekkert að halda hann neitt meðri með þér, sko. En svo að geggja múf, ég var einhvern veginn í 3. og 4. lúti. Þegar meira tekur hann upp, setur hann á öxluna, labba með hann. Þetta er svo geggja meira blegt, skilja, því að meira var samt að gera þetta góðum fight, sko. Þetta var entertaining fight. Þú veist, með öxlunni. Og Peter Yan, hann er bara svona, hann er ekki eða neittni orku á þessum tíma. Hann bara hengur þarna og hann er bara svona velta fyrir sig, bara á ég að grípa hérna eða á ég að grípa hér, eitthvað svona. Hann er bara svona að staðsetja hendurnar og meira er eitthvað svona eða geða mikill orku og lyfta honum upp og lappa honum um búrið og eitthvað og er eitthvað og maður bara svona, já, geggjað. Svo skellur hún niður í gólfið. Hvað gerir Peter Yan? Beint upp, 1,5 sekúnda. Hann var bara komin upp aftur. Þetta var líka svo fyndið að sem tók hann upp og labbaði með hann á X-Minsinni og hann er að leita Dana White, hann er ekki á að fanna Dana White, það ætla að setja niður fyrir frá Dana White, en Dana White er í símanum sínum. Nei! Hann er ekki að horfa á fætinn, svo ég lítur hann upp og þá skellur hann niður, sko. Og svo fyndi ég hvað Dana White, hann hefur það of gott, þú veist. Ég ætti þetta sæti sem hann á, þannig að þá væri ég ekki sín. Nei, hann hefur búin að gera þetta í 17 ára eða hvað sem hann búin að gera þetta lengi, sko. Það myndi maður kannski hans leifa sér. En, þú veist. En það var fyrir Peter Yan bara að leita hann bara, ertu ekki svo fucking horfa? En svo enda hann niður. Það er dróðist þetta. Fyndið moment, sko. Já. Mér varst áhugavert, sko, í takedown-vörðunum hans Peter Yan, var svona, ok, þú veist, hvernig á maður að verjast felltilraunum hans meira. Hann er bara með ógeðslega gott jafnvægi. Hann er virkilega gott jafnvægi og hann er svo góður, sko, hann spilar ógeðslega mikið svona vinstri hliðina sína og hann er svo duglegur að ramma. Hann er bara leið og meira grípur utan um þig. Það bara stingur hann, þú veist, höndunum niður í eitthvað pláss, býr til meira pláss og setur bara þvingar meira, bara með römmunum sínu, alltaf í burtu. Á meðan hann er með geðveikt gott jafnvægi. Og maður er bara fullkominn fellivörður. Bara, þú veist. Það er bara fucked up perfect fight, bara alveg í gegn. Eiginlega. Allan á tíma. Já, og svo þegar kom að þessu striking, að þá var það bara, þú veist, það er enginn sem einhvern veginn spilar jabbið betur en Peter Yan. Bara jabbið á vinstri hendinni var svo ógeðslega potent. Og þú veist, meira, ok, búin að taka til strikinginu sínu, en hann er engan veginn jafn góður strikar. Svo þegar þeir eru eitthvað svona jabba mútið ykkur öðrum, eða stíga inn til að sveifla einhverju svona monster overhand, meira er bara betri í þessu. Að spila, Peter Yan, nú þarf ég aðeins að fara að taka mig til hérna í orðunum. Get your shit together. Já, ég þarf að gera það. Nei, Peter Yan er bara betri í hvoru tveggja, skilur við, hvort sem það er hörð overhand eða að hanga og jabba og setja ykkur upp í jabbinu. Líka var miklu betur verið stökkum. Já, er bara miklu þéttari. Og bara eins og það er svo signature hjá Peter Yan. Hvað hægri hendin hans er bara límd við höguna. Og stundum setur hann svona puttana sína yfir. Já, bara svona yfir munnin. Yfir munnin hérna. Það er ógeðslega fyndið þegar puttarnir eru komnir hérna. Og maður er bara, hann lætur ekki klippa sig. Og þú veist, og þessar T-spine hreyfingar í takt. Þetta var bara fullkomið upplegg hjá Peter Yan. Svo þegar hann fór að fjárfesta bodyinn í svona seinni lótunum, sko. Það fór ennþá meira svona bilegra, millera, fór það að stekka. Einmitt. Ég held að hann gæti klárað hann með bodyhefn.
Já. Ég var nefnilega sko, ég var með Jan by KO Já. og Jan í þriðju lótu Já. og þú veist, hann lendir þessu fyrsta stóra bodyspark í þriðju lótu. Ég alveg gargandi á sjónvarpið bara aftur. Ég var bara, ok, þú veist, nú bara nokkuð svona body högg í viðbót og hann búinn, sko. Já. En meira náttúrulega bara one tough son of a bitch, sko. Já, hann Margir hefði bara bakkað þannig. Hann svo fokkin harður af sér, sko. En það var svo geðvitt, en ég þetta fyrsta bodysparki og hann öskrandi. Hann þú veist, hann bara, þú veist, kannski eitthvað sem að Jón Ingi hefði kannski viljað gera hann á Glacier, en mér bara og bara hann ekkert að feika og ekkert að, þú veist, hann bara getur ekki skýlt þessu, sko. Og þetta líka svo, þetta limrið hjá mér, sko. Já. Þetta vinstra sparki úr softball frá Jan. Já. Sem bara lendir bara beint í lifrinni, sko. Ógeðslegt. Og bara shit hvað þau verið vont, sko. En ég er sammála, sko. Ég held að hann myndi klára ára með body. Og hvað verður líka mun auðveldara að berjast við meira ef þú ert að investa í body. Að maður sá að, þú veist, þó hann hafi ekki verið að fara all in í allar fellitölunir, að hann vissulega fór svo í bara slopp í fellitölunir, maður bara að fara í fellitölunir til að svona brjóta þessu upp og eitthvað, það var engin hætta í þeim. Þú veist, það var bara orðinn það gasaður og, þú veist, grípur kannski utan á fótinn og lendir bara í öllum römmunum hans Peter og bara, þetta er ömurlegt, þetta var bara, við líður bara eins og að Peter hafi bara svona dregið hann í djúpavatnið og bara verið komið fullkomið geimflug. Þannig að já, Peter Jan, nýr bantamweight meistari. Já, til fíla það. Veist, það er eitt svo geggja að allir karlkyns UFC champions í dag eru allir nýir. Það er enginn af þeim með titilvörn. Það eru allir bara með 0 titilvörn. Já, það er sturlu staðreynd. Já, það er sturlu staðreynd. Já, það búið að vera svolítið mikla sviftingar. Já, nákvæmlega. Það er svolítið klega. Eins og þú sagðir hann, það voru vel að diskutera sko meira sem fightbardamaður ársins og eitthvað sem að við höfum kannski eftir að renna aðeins yfir svona Við þurfum að taka áramóta annar, það ekki? Jú, það sjálfsögðu. En fær meira samt, þannig að hann vildi náttúrulega fá rematch strax, eðlilega. Já, það samt eðlilega? Ég ætla að segja eðlilega, en ég ætla að fara að segja að meira, hann samt mest dominant bantameistari, eða ekki? Jú. Allar tíma. Mér finnst það. Þú veist, hann hefði alveg, sko, hann hefði alveg kórónað þennan titil. Já. Ef hann hefði, þú veist, unnið þennan bara það, sko. Þá væri við bara eitthvað, og hvað nú? Já, en þú veist, ég man ekki eftir öðrum bantamveitmanni með 3 titilvarðir á svona stöðum tíma sem hefur verið svona dominant í UFC. Ég meina, þú veist, hann bara, þú veist, hann var óstöðvandi eftir að hann kom inn í UFC. Eða, þú veist, nánast, það var ekki fyrsta barndanum sem þetta ekki Simone eða eitthvað, jú, sko 2018. En svo hann bara on a tear. Hann bara, tapar ekki í UFC 2018 fyrir sko bara, 2025. Þannig að þú veist, hann áhafna bara eitthvað 7 ára ósigraði göngu, 4 titilvarnir, hann svolítið seinna að verða meistari. Þú veist, hann þurfti mikið að vinna fyrir þessu. Það var þetta Aljamain Sterling var meistarinn. Já, þeir voru í Care Bear félaginu og þeir vildi ekki berjast. Þannig að svona, hann hlýtur að fá rematch ef hann vill fá rematch. Ég held að trilogy. Ég samt búinn að vera að heyra nokkra að tala það að láta meira taka rematch við Umar og það verið svona #1 contender spot. Það meina Peter Jan og Sean O'Malley run it back. Já. Já, mér finnst það slæmt. Á Sean O'Malley skilið eitthvað titil, sko? Nei, ég veit. Ég held að meira bara taka sér smá pásu. Já. Taka núna hálft ára minnstakosti. Já. Og bara aðeins koma sér rólega á stað og í staðan fyrir að vera eitthvað að fara að berjast eftir 2-3 mánuði. Já. Bara aðeins gefa smá pásu. Já, líka með þarf break, sko. Já. Hann mjög intenskur, hann virkaði líka bara gamall. Já, það var ekki alveg sami meira på maður vanur, sko. Ég bara svona horfði í andlitið á hann og ég bara, þú ert orðinn svona gamall. Einhvern veginn. Ég svona veit ekki alveg af hverju, en... Svo leita hann alltaf bara fokkt út í smettin eftir þetta, sko. Já, heldur betur. Þannig að, menn er að tala Peter Jan og Sean O'Malley. Við Sean O'Malley nú ekki eiga neitt skilið eitthvað titilskot, sko.
Ég myndi Gunther að ég myndi Dream Match fyrir meira ef hann tekur sér smá pásu. Annars bara ánægður með Peter Yan. Það er náttúrulega svona smá nonna-power í þessu sko. Ég æfði náttúrulega hliðin á Peter Yan í febrúar fyrir árum. Það er þér að þakka. Já, hann hefur fengið smá. It rubs off. It rubs off sko. En svo segja menn. Ég man ekki, þú veist, Sean O'Malley, hann er ekkert núna að vinna eitthvað. Er hann ekki að tveggja bara sigur, eða hlaðprýmum sigur? Ég var það ekki, hann var tjókaður út á meira. Já, Hvað gerir svo? í tvígang. Hann bara stuði svo meira. Já. Eða getur þú tapað tvisvar sem mútið meira Þú fengið tætið svo fram yfir hann. fram yfir hann þegar hann missir beltið. Ég held bara að Peter Yan, Sean O'Malley eru fætt sem að bara væri auðvitað að selja og þú veist, ef að meira berur eitthvað frá í smá stund, þú veist, þá er að báta eitthvað að setja saman í mildtíðin. Já. En svo náttúrulega úmarna líka sko, þú veist, það er alveg núna bara það Peter Yan bara að fara að vinna. Það er nóg verkefni frá hann og... Já, 100%. Það, ég meina, þú veist, það er... En ég myndi að það er Gunther, sko. Hvað er sandeginn og... Já. Ég er eiginlega pínu feginn, sko. Það er alveg gaman að það sé búið að leysa meira blust, að veist meira... Já, ég veit það. Að þegar núna finnst mér svo bantamveitdeildin sé bara í lausu lofti, sko. En nú er þetta bara allt sprakk. Já. Bara, og núna er einhvern veginn allt opið, allt búið. Já. Mér finnst það bara snilt. En byrju, Sean O'Malley og Sean Yodong er að fara að berst það ekki? Herðu, jú, það er á 325 eða eitthvað. Já, það er bara... Þeir voru einmitt að kynna nokkra fights núna. Já, 324, sem er bara beint. Já, 324, já. Fyrsta Paramount kvöldi. Já, nákvæmlega. Svo ég mannist. Já, nefnilega. Það gæti samt alveg verið, svona lýst. Gæði sem vinnur það má fá næsta tilskot. Já. Mér alveg, þú veist, fyrir mér sko. Já. Þú veist, eitthvað svona Peter Yan og Merab, run it back, sá sem vinnur þessa viðureik, verður næsturinn. Já. Ég get gútið að það. Já. Þannig að við erum sammála. Við erum sammála. Loksins maður. Já, þetta var klika. En þetta var geggjað fætt og þetta var fætt þannig. Já. Þannig að, og eiginlega bara mjög verðskuldað. Já. En hver allir stuðlun hefur verið á að Peter Yan myndi vinna by decision? Það var alveg slappið, sko. Það lítur að vera alveg svona 6. Nei, þetta er miklu herra. Ég var eitthvað að skoða þetta, þetta var eitthvað Ég fekk 9 fyrir KO, sko. Já. Ég held að við séum að tala um sko 15-16. Já. Shit, þetta var heimsku ekki það ekki. Já, við erum að tala um sko, já, við erum heimskir. Við erum a bunch of idiots. Ég gerði samt vel í veðmálum með þetta kvöld, sko. Já, Ég fór loksins að veðja single bets. Já, það er geitin sko, Það er- þá græði maður sko. Já. Herri, Joshua vann á móti Alexander Pantoja. Það er nýr flyweight champion. He has a name. Já, þú veist að, leiðu ég sá hana gæði, ég bara, this guy, hann verður sem. mér finnst samt sko, Það er sem alveg 20 góra. Já. Það hlaup einhverja að maður. þú veist, við fengum 26 sekundur af aksjóni og þetta var að stefna í geggjaðan fight. Já. Af því að Pantoja var fearless, hún með drull sko, hann var alveg mættur og ég var eitthvað svona, nennir hann sér lengur og eitthvað svona þetta. Já, en þetta er algjört freak accident. Já. En það var einhvers veginn að það brótaði svo öxlina en ég var nú viss um að þetta hefði verið ónbúið. Já, nákvæmlega. En svo segir það hefur bara verið öxlin. En á myndina að dæma, þá lukkar eins og sko olnboginn bara brott. Já. Það meira en það sé eitthvað svona fór lið. Það lukkar Já, bara eins og þetta bara smallist open einhvern veginn. í mitt og ég bara gat ekki, ég veit ekki hversu oft UFC sýndi þetta aftur. Já. Ég var farin að loka augum. Já. Ég bara þegar, þú veist, ég átti mjög erfitt með að horfa á þetta. En já, en svo kemur hérna report. Alexander Pantoja has elbow injury, not shoulder. Aha. Já, þannig að það var eitthvað sem við vissum bara Já. með því að horfa á þetta sko. Já. Fyrstu sagnir hafa verið bara svolítið misvísandi. En Það var hlaut að. hvað segirðu? Það var hlaut að vera. Já, hlaut að vera, þetta var eitthvað villa sko. Það meikaði eiginlega ekkert sens. En þú vissulega kallaðir þetta sko, en ég var svo erfitt með að gefa þér að þú hefði kallað þetta af því að hann bara meiði sig í hendinni. Já, ég menn Jesse Van bara greip hálsbókið og hendur hann á hausinn og þú veist. Þetta gerast í bætt.
Það er vissulega, hérna... En jú, þetta var náttúrulega ekki leiðin sem að mann sem hefði viljað sjá hann verða champ, en hann náði champ einhver sigur. TKO sigur. Já. Hann tók sagði í viðtali við Helvani, I've been through worse. Ég ekki viss það. I'll come back even stronger. Ég heldur ekki viss það. Það er bara eitthvað sem maður segir sko. En hann alltaf sko stútaði á sér olbón. En þú veist, hann vissulega grípur hásblokið og hendur hún tilbaka. En þú veist, hann tók sig að þetta er bara eitthvað svona eitthvað breakfall, skilur. En hann setur hendina þetta er eiginlega. En maður hefur séð þetta áður sko. En það er eiginlega þegar þú stiffarmar á leiðin í gólfið og setur allan þungan á. Þú verður að gefa soft bend sko. En hann er alveg stífur. Þetta niður. En bara leiðilegt sko, mér finnst eiginlega leiðilegt fyrir Joshua Owens sko. Því ég held að hann hafi alveg sko, hann átti titilbaráttan skilið. Þetta hefði verið geggjað fight. Það er eiginlega leiðilegt að hann hafi unnið beltið svona. Þetta er óslega leiðileg leið til að vinna beltið. Hvað var Pantoja með marga tilvæð? 5. Já. Þetta var 5. Þetta var 5, já. Hann var það 4 sinum. Náttúrulega hann sko, Pedersen sko, hann vinnur beltið á Brandon Moreno 2003 og með 4 tilvæðir. Jafn mikið og meira. Þú veist, 2003 sko. Meira bara alltaf að gera þetta á ári sko. Já. Heldur hvað það klikkar? Já, meira var við beltið fyrir svo. Einu færra þetta. Já, það var 4. hans, já, 4. já. En svo næstu því. En svona trajectory er einu skilur, þú veist, bara að gera eitthvað á einu ári þar sem aðrir eru eitthvað sem gera þetta 5. Þú veist, þetta er alveg gist, sko. Já, það kom í kollin á meira klála. Hvað fáum við fyrir Joshua Owens? Er ekki hérna... Tatsuru Taira? Það er klikkað fætt. Það er bara geggjað fætt. Já, það er... 2 young guns. Já. Báðans. Já, heldur betur. Og líka alveg svona, ég held að þetta gæti alveg tension, sko. Gæti orðið svona mjög skemmtilegt Asian tension svona. Af því að rasismi er mjög fyndið fyrir bara en sko það er oft mikið svona rasista tension á milli Asíuþjóðanna. Það sem er ein Asíuþjóð, þú veist Tælendingarnir segja að þessir, þú veist, eitthvað svona Myanmar gæjarnir sem eru nágrannarnir skilur að þeir séu eitthvað svona skítuðir og eitthvað. Já, aðalega alltaf Kínverjar á móti Japanum. Jú, Kínverjar á móti Japanum og Japanir eitthvað svona horfum svolítið niður á. Já, og eitthvað svona, fólk frá Indonésiu og eitthvað svona dót skilur. Og við erum eitthvað svona, but you all look alike. En þeir eru eitthvað alveg með þetta á lás, sko. En Joshua var hann náttúrulega bara, þú veist, Bandaríkjamaður, þú veist, hann bara í, þú veist, elst upp í Houston. Já. En hann náttúrulega ættaður frá Myanmar, fæðist þar og svona. Já. Einmitt. Gaman á því, sko, en hann representar Myanmar þjóðina. Það er ekki, er ekki Myanmar Burma? Er ekki Burma og Myanmar það sama? Já, það. Nú er ekki alveg þess, en ég held Ég veit allan að, sko, að Burmese boxing, Lethway, það er vinsælt í Myanmar, allavega. Og ég kalla Burmese boxing. Já. Myanmar officially the Republic of the Union of the Myanmar and also referred as Burma. Já, ég veit. Þeir eru hérna vestamegin með Thailand, ef ég manni. Já, smá landafræðingill. Já, en hann er svona pínum bara amerikanist samt því. Já. Sem ekki ekki. Houston, Texas. En ég er spenntur sko fyrir hérna Tatsuru Taira á móti Joshua Owens. Það verður geggjað fett. En sko, ok, það er ekki mikið að japla á í þessum hérna Joshua Owens og Pantoja. Eiginlega ekki neitt sko, nema bara þú veist, nýr flyweight champion, dominant flyweight champion, bara eins og bestur sem við verðum með eftir að Demetrius Johnson fór. Að ok, hann var fram til liðar, freak accident, ógeðslegt, mæli með allir skoða þetta og lokið augunum. En Tatsuru Taira móti Brandon Moreno. Ég á svolítið á Brandon Moreno lestinni hana. Mér fannst það rosalega early stoppage. Já, en þið fannst, þú veist, ég skil alveg stoppage líka. Þú veist, hann hefði getað einhvern veginn, þú veist, hann er að éta of mikið höggum þarna og er bara einhvern veginn, þú veist, hann er að sjálfa, en hann er samt að hreyfa sig. Of lítið, sko. Hann er of mikið bara sitjandi að undir honum að taka högg, sko. En hann er bara... En ég skildi alveg að hann er fljótur að stöða það,
Já. En ég held hérna ef hann hefði leyft þessu ganga aðeins lengur þá hefði hann bara getið fleiri Varst með pening á tæra? Já, Já, ok, þú veist, by decision. þú ert náttúrulega óþólandi þegar þú ert búin að tippa á eitthvað, þá litast þú svo mikið. Nei, samt, ég var alveg til í stofnfjöld, sko. Já, ég var nefnilega, mér fannst það skrítið sko, kannski ég lítið það því ég var með pening á Marino. En mér finnst þetta alltaf skrítið, eins og ok, hann er komin í slemma stöðu. Þú mátt lendi í slemmri stöðu í UFC, skilur. Það voru aðrir menn sem, þú veist, voru landið miklu meira. En þú veist, á þessum tímóti, ok, þú ert búin að törla yfir, þú ert að búa til pláss, þú veist, og svo til þess að byggja upp base, það verður að droppa einni hendi og þú veist, þú ert alltaf tíman að færa þig og svona. Og mikið af höggunum að lenda í gardinu. Og meðan þú ert að sjálfa upp, skilur, og ert að færa þig og reyna að finna leið til að byggja upp base, þá finnst mér bara eins og þú sért inni í þessu. Leið og Brandon Moreno, ég tek eitthvað högg og dettur í gólfið, skilur, og þetta verður eitthvað vesen. Og þá ertu kannski bara búið að fletja þig alveg út og þú bara geta eitthvað ground and pound. Þá má þú stoppa boltan, skilur. Þá ertu komin í, premium plus slæmastöðu. En fyrst þú ert ennþá í törlinu og ert bara að geta högg til þess að byggja baseið og eitthvað. Svo kemur dómarinn, stöðvar þetta og Brandon Moreno horfir bara á hann og bara, ertu viss? Brandon Moreno er bara, really? Really? Því hann er bara alveg með á nótunum. Hann veit nákvæmlega hvað er að gerast, hann verðist ekki einu sinni rankaður. Þú veist bara, ok, flott framistæða hjá tæra, skilur við. En mér finnst þetta alveg allt of örlíð. Þó þetta hafi verið, þú veist, Var þetta Jason Hurst? Nei, þetta var hérna sköllandi brúnigæði. Mark Smith. Já. Nú maður líka alltaf að tapa betti. Þá maður bara ekki, þetta er rigged! Rigged! Eitthvað, þú veist, það var alveg daginn þarna, hver var það? Sem að, True Fight og hvað heitir hann aftur? Já, hann hérna, Dulgarian. Já, Ísak Dulgarian, já, nákvæmlega. Þú veist, eftir það er maður alltaf bara svona, þegar maður tapar einhverju, bara svona, fucking rigged. Svo maður alltaf fljótur að stoppa hann inn að hann má borga dómarann. Það er svo hugsanir koma, sko. Já, það verður sem ef einhverjum var að kaupa dómarann í UFC, sko, það verður svakalegt. En það er hann að kaupa fæturina. En Brandon Moreno var... Það er eftir að spila dómarann, sko. Já, það er auðvitað í fótbolta. Já. Þeir eru ramspill í fótbolta. Það er City, maður. Já. Veistu ekki hvað þeir eru að gera? Voru þeir að kaupa... Man City, þú veist, fyrirtæki smá Man City, þeir eiga bara alla dildina þarna í Katar eða Emirates eða hvað sem það er. Þeir fá þess að gauðra sem dæmi í ensku dildinni. Hei, komdu inn og takk eitt leik hér og þar færðu borga bara jafn mikið og færðu bara fyrir heilt tímabil á Englandi. Og bara þeir fá einhverja ferð bara til Dubai eða hvað sem þetta er. Ógeðslega há laun og svo bara þú veist fara aftur að dæma fyrir leikja mútið City og geta hans áhrif. Fattar þú? Já. Þú veist, þetta eru atvinnu reiknumbu. Já, þú fær auka gig hérna og svo áttu kannski að vera pínu góður. Já, nákvæmlega. Já, það myndi make sense. Þeir gera það, þeir eru grimmir í þessu, þeir treysta á að þetta virki og ég held að það virki ekki. Já. Maður sittir svona eitthvað, tölfræði eitthvað, City er að fá mikið af vítaspyrnum og eitthvað svona einhverjum svona calls, sko. Það sé alveg til í þessu. Það var einhvern veginn að gera rannsókn á hérna ítölsku deildinni. Og það var hérna, já, var ekki Pierluigi Collina, var það ekki hérna? Já. Bestum dómar að tíma? Já, það sköllótti gæinn. Já, það var gerð rannsókn á ítölsku deildinni, kom í ljós að allir dómarnir voru spiltir, nema Collina? Já, það var eini gæinn sem tók ekki pening. Bestum dómar að tíma, sko. Já, Pierluigi Collina, tók engan pening, eini gæinn sem var ekki spiltur. Geggjaður gæi, serious respect á það guð. Maður borgar vist ekki bankalánum sín með respekti. Ellers, ekki það að ég væri eitthvað svona færi út í banka bara I got a lot of respect. Gef mér lán. En nóg fótbolta. Já, þetta var... Ég sé forðan að vita. Það er 4-1 eins og. Fyrir United? Já. Já, nice. Já, við erum náttúrulega settum pening á það. En aftur í sko MMA, við elskum MMA, ekki fótbolta. Ok, og spillingu. Já. Og svona pípulækninga versus rafvirkjadrama líka. Það er toppurinn. En fannst þið sko, tókst ekki eftir því hvað Tatsuro Taira er stór? Svona í samanburði við hérna Brandon Moreno. Hann er rosalega hávaxinn. Okkar maður Ingþór Snjólfsson er Taira, let's go. Já.
Hann Ingþór okkar er á tæfarlistinni. Já, góð maður. Já, toppmaður. Ég held að sé alveg pottitt sami Ingþórinn sem að vildi, við gerum heiðursmannaveðmál á Instagram. Hann sagði Tæra og ég var Brendan Moreno. Ég þurfti aldeilis að geta sokkanum mína þar. Já, ok. Þannig að ánægilegt að hann sé komin í chatið. Já. Voru ekkert veðið þannig? Sko ég hefði alveg sett eitthvað. Fuck maður, ég get ekki að það síðan. Djöfull vextu með dört í maður. Þetta er versta minning ársins. En ég hugsaði líka sko, að því þú átt inn í nokkur góð moment sko. Og ég var búinn að hugsa að því þú inn í bensinstöðina. Og ég var svona, ég ætlaði að henda þig bara við bensinstöðu og segja svo bara bye Biggi og eitthvað, sjá hans, ég nenni ekki að hanga hérna. En ég ætla ekki bara að hanga hérna með þér. Heldur hugsaði ég livestreami alla bensinstöðudvöluna og geggja content. Ekki bara skilur að því að það er geggja content. Það er bara að því að ég vil vera staddur með livestream myndavélina til staðar. Vera til staðar fyrir þig þegar þú étur hverju einustu pulsi að fæta annað þig. Já, veistu, ég hlakka eiginlega bara til, sko. Já, Langt sem ég fengið mig góða pulsur og það. Já, how about 20 of them? Já, það var ekki. En sko, Tatsuya Taira var ógeðslega stór. Þú veist, maður bara sér það í Brendan Moreno-fætinu, bara hvað það er stór flyweight. Ég hafði ekki fattað það, þú veist, áður fyrir. Þannig að við svona fakturum það inn í framtíðinni, hvað hann er raun með mikla líkamlega yfirburði. Að sko, Brendan Moreno var bara eins og bara tittur hliðin á hann. En þú veist, mér finnst þetta eins og Tatsuya Taira sé alveg að gera vel að kvætta niður í flyweight, að hann gæti alveg verið einum ofar, sko. Þannig að já, ég er svona eiginlega þar, sko. En hann fær þá title fight. Já, ég held að það sé bara bæta meg, sko. Já. Joshua vann mot Tatsuya Taira. Já. Það ekki. Greið vinnmaður Brendan Moreno. Ég er svo mikill Brendan Moreno maður, ég bara veit ekki alveg af hverju, ég bara fíla. En ég er samt á því að þetta hafi verið early stoppage og hann hefði haft fullt eftir í þessum barða. Já, það getur alveg verið, sko. Já, var búinn að reyna triangle hann maður í heila lotu bara. Ég er svo spurning hvað svona... Ég maður hugsaði bara, fuck, lappirnar hans hljóta bara að vera bara alveg búnar eftir þetta. Já, hann var nefnilega ekki, sko, hann var ekki að skvísa allan tíma, sko. Hann var bara að halda stöðunni og reyna að advansa þetta. Af því að ég held að hann námið fattaskilju, ef hann var að skvísa allan tíma, þá myndi hann gasa lappirnar. En af því að hann var ekki svona alveg með. Þú veist, vinstri fóturinn var alltaf aðeins og neðarlega, var svona meira í síðunni, en þarf vel að vera alveg upp í öxl eða eyra, sko. Þannig að þetta var svona ekki alveg þarna, en nóg mikið til þess að það sé erfitt að anda og maður er óþægilegur, sko. Það var einhvern veginn ekki með hendina svona, þú veist, alveg til að kirkja sig hinum meginn. Hendin var svona laus út, þú veist, og var eiginlega ekki hægt að klára þetta alveg. Nei, og hann var ekki alveg, hann gat ekki labbað axlirnar aftur á bak að þið búrið á fyrir. Og Tatsuya Taira gat ekki klárað einhvern veginn að stakka. Þú veist, labbaði alveg yfir og stakkaði bara til að sleppa af því að aftur einhvern veginn búrið var of mikið fyrir. Það var svona, þetta var ógeðslega mikil pattstaða. Og svo dómarinn alltaf eitthvað svona, ok, advansa stuðuna hérna. Og það var bara vaknaðinn ekki hægt, þú gast ekki sleppt svona djúpum triangle. Og þú gast heldur ekki farið neitt, því að búrið var bara hann eitthvað. En Tatsuya Taira bara góður að halda sér inn í þessu skilju. Gaman þessu. Henry Cejudo kvaddi. Já. Kvaddi yfir sig. Þetta var hörku fætt. Þetta var leiðin til að fara. Þetta var einhvern veginn miklu betri fætt heldur en ég átti von á, sko. Ég held að Peyton Talbot myndi nokkuð út og eða þá bara hann myndi láta lúkka bara ís. En bara Cejudo gaf honum bara flottan fætt, sko. Já. Eiginlega komur það óvart, sko. Já. Og sko, komið aftur óvart hvað Henry Cejudo er lítill. Það var alveg pínu. Þetta var bara eins og svona mexikósku chihuahua-hundur inn í búrinu. Hans náttúrulega ferill átti sér stað aðeins í flyweight og er í náttúrulega nú. Það er hófskeiði einhverju veit. Einmitt. Það er svona skrítið, sko. Svo sem myndir þetta á honum þegar hann var að kötta. Já, bara þegar hann var að veikta sig inn. Já. Já, hann var bara eins og dófustig. Já, og ég var bara, hvað er það svo mikið að kjöti á þér? Ertu bara svona þippið, skilur? Ertu bara orðin svona þungur bara? En það er bara málið. Allt í lagi, skilur við. En hann er komin í deildina fyrir ofan það sem hann keppti, en samt bara á eitthvað að kötta, það er alveg innfallinn bara. En ég er samanlega, þetta var miklu betri fight en ég átti von á. Og Dana White sagði nú eftir bardagann að Henry Cejudo myndi fá 50k. Já,
Ég get ekki, það er það ekki verið eitthvað svona Fight of the Night bónus, Nei, eða? en það sagði ekki. Já, Regardless. já, já, getur verið. Þannig að, hérna, sem ég klika, það er bara gegja. Þetta Það var fucking deina. nýja sem að sé húttu át bara þannig að það voru bara svona 10 sekundur eftir. Já. Það veist, bara nýja bara flush í andlið. Búm. Djöfull maður, ég var með Peyton Talbot by KO og ég var með Sterling, Peyton Talbot og Joshua by KO. Ef hann hefði klárað hann, Já. ég hefði grætt fucking mikið af pening. Já. Hverju voru sjúru? Já, Já. nála. Jesus Bras. En sko, það sem að Peyton Talbot, náttúrulega pakka hann, eitthvað sem við vissum myndi gerast. Það sem ég fíla svo mikið við Peyton Talbot er þegar Henry Cejudo er að þakka hann fyrir bardagann eitthvað svona, fyrir bardagann eitthvað. Þá er þegar Peyton Talbot bara, yeah, this is why I love this sport, so much good sportsmanship. Og maður er svona, maður fekk svona innsægi inn í hvernig típa hann er. Og ég fekk bara mikla vinningu fyrir hann. Ég er bara ógeðslega til í hann gæ. Já. Hann bara svona, þetta er greinilega mjög eða svona heiðarlegur persónuleiki, sko. Svo sendur hann fólki myndir af pungum sinn. Gerði hann það líka? Geggjaður? Það var einhver sem sendur hann eitthvað og hann bara these nuts og sendur hann mynd af pungum sinn. Þetta var einhver streamer eða eitthvað social media gæði sem var að beða hann eitthvað. Ok. Og hann bara sendið mynd af pungum sinn bara. Ok. These nuts. Let's go. Ég fíla hann er líka skeitari sko. Já. Ég sem skeitari náttúrulega elska aðra fighting skeitara sko. Já. Það er allavega hann og Marcus McGee sem ég veit af. Já. Sem eru svona skaterar. Mér finnst þetta svo hallærislegt, sko. Að skeita? Já. Þetta er bara mest cool sem hægt er að gera. Það er ekkert meira cool heldur en hjólbretti. Það er engin íþrótt jafn cool. Þú veist, það er kannski meiri, ég get kannski borið meiri virðingu fyrir þeim sem fara, þú veist, að fæta og það er meira, þú veist, það er hellaðara eitthvað þannig. En það er ekkert bara jafn cool og hjólbretti. Það er bara þannig. Spurðu hvaða gellu sem er, sko. Það er skeitararnir. Það er spyrjað hvaða gellu sem er. Það finn ég eitthvað svona skater hater eins og ég. Og bara, finnst það skating cool? Þú veist það, nei. Það er bara... En ég skil það ekki. Það er bara mest cool íþróttin, mest cool gaurarnir, skeitararnir. Það er bara þannig. Sorry, það er bara þannig. Já. Ég hugsa, já. Ég skil hvað hún kemur. Ég skal samþykkja það. En svona, það er eitthvað við þessa cool típu. Svo þú þolir ekki. Sem ég þoli ekki. Sérstaklega þegar þú ert orðin svona, þegar þú ert svona nálgast 30 og komin yfir 30, það væri ég svona, my guy. Já, Menn að þá skilja er við það það. svona dad skater, sko. Það Já. er annar vibe. Það Já. er allt annar vibe. Það er svolítið annan dæmi, sko. Það er svona ég í dag, sko. Já, svolítið cool. Mér líður svona eins og þú mætir á hjólabrettinu, skeitar inn í eitthvað svona skaterpark, og ert bara, how you do, fellow kids. Ég gæti eins og gert kickflip. En málið er að í dag einhvern veginn, þegar ég þarf að skeita, þá er ég alltaf bara að hitta einhverju aðra, svona fertuga gauðra, bara, já, ég byrjaði aftur bara, ég hitti fyrir alltaf að skeita, eitthvað. Já. Það geggjað community, sko. Já, ég hefði líka biturleiki á mér, sko, því ég reyndi einu sinni longboardið, sko, datt og hætti. En ég var bara a menace to society, sko, ég kunni ekki að stoppa mig og alltaf klessa fólk og eitthvað. Já, þú hefði bara átt að halda á það. Mér erst hjólbretti og jiu-jitsu svolítið svipað, sko. Þetta er svo flókið og þú þarft einhvern veginn svo að reyna svo mikið á því svo að læra þetta. Já. Svona, þú veist, og þú þarft svona sömu þrautsegjuna til þess að bara svona átta þig á hlutunum. Way to skate. Já. Já. Herra, þetta hjólabrett þegar podcastið hefði að lóta. Geðvögt. Herra, ég er bara innlega hamingju við Peyton Talbot og bara takk Henry Cejudo. Já. Við þurfum að hérna... Vissir þú að styttra síðan að Habib vann barða í UFC heldur en Henry Cejudo? Cejudo? Nei, ég var ekki að tengja það. Henry Cejudo vann síðast Dominic Cruz 9. maí árið 2020. Já. Það er komið svolítið síðan. 5,5 ár síðan. Já, en það sko, hann alltaf retæraði, hætt svo retæra, átti ömulegt post-retæra með. Já. Það kom tilbaka, en þetta var geggjaður fæt til að fara út. Bara, eða langaði að fara út af skildinu þínum, what a fight. En sko, málið er samt, þú veist, hann kemur tilbaka, mætir Aljamain Sterling, bara fyrir titilinn, sko. Og svo mætir hann Merab, fucking tveir við bara það. Svo mætir hann Sonja Dong og Ibuka, bara endaði út af Ibuka. Já. Hann fór í technical decision, bara það var eitthvað skoraði upp á okkur punkti. Já. Þannig að þú veist, töpinu bara þegar Aljamain Sterling og Merab Dvalishvili, þú veist,
big champion síðustu ára og svo óöfrið á móti Song Yadong, þannig að þú veist, þó hann sé ekki með sigur síðan 2020, þá þetta samt ekkert eitthvað, hann er ekkert eitthvað, hann didn't shit the bed eða eitthvað þannig, sko. Nei. Þetta alltaf góð. Já, 100%. Herru, svo var eiginlega bardagi sem ég fannst vera svona einn mesti jafnteflis bardagi svona fyrr og síðar, sem Jan Blachowicz móti Bogdan Guskov. Ég sjaldan horft á eitthvað bardaga og verið bara, þetta var þetta mikið jafntefli. Já, þetta er náttúrulega, þetta er 10-8 lota þarna önnur lotan. Jan Blachowicz svona fyrstu lotu, svo 10-8 lota á Guskov sem þú droppaði hann og varlega, þú veist, lúkaði hann og getur verið að krána hann þarna. Svo kemur Jan sterkur tilbaka. Já. Ég einhvern veginn var með pening á Jan og ég var bara einhvern veginn að það bara didn't cross my mind að þetta hefði 10-8 lota. Ég veit ekki okkur. Svo eftir var ég bara einhvern veginn svona, já, auðvitað var þetta 10-8 lota. Hann bara droppa hann og næstum hann klára hann og eitthvað. Einmitt. Ég bara einhvern veginn fattaði ekki. Nei. Ég var bara staðan 1-1. Þú veist, með pening á þessu gett þetta er eitthvað. En já, maður fekk þetta endurgreitt allavega. Já, sem stangheðrægt. En sko ég veit þess að horfa fyrstu lótana og ég bara, já þetta er svolítið það sem ég átti vona á frá Jan. Það var svona jab, eitthvað og alltaf jab á vinstri og lágt spark á hægri. Svona eitthvað svona cross, svona víxl og svona, já þetta er svona klassísku Jan. En svo var hann droppaður og ég er bara svona, af hverju stendur ekki upp? Af hverju ertu að hanga svona í halfguard? Og ég bara, er hann ekki með þekkinguna til að standa upp? Svona ofta svona reyna skilurðu að snúa sér, þú veist kannski á vinstri hliðina hans Bogdan Guskov, en er ekki búinn að sækja undir húkinn skilurðu, er bara með overhúkinn og reyna að standa upp og Guskov situr hann aftur í gólfi og hann er eitthvað svona, hvað er ekki að standa upp? Og maður er svona, ertu bara það lélugur í jitsi, slagslímu, eða ertu bara alveg out of it, að þú bara gerir ekki grein fyrir hvort þú séð með overhúk eða undirhúk? Og maður svona, ég var með hiss að Blachowicz skuli bara ákveða að hanga þarna bara og éta olnboga. Hann étur svakar. Þessi var bara svolítið ruglaður í rýminu. Já. Það getur vel verið. Mér fannst svolítið svona eins og, hann var hræddur við að taka áhættuna og reyna að koma svo lappir upp og éta einhvern högg á leiðinu. Já. Það var svona tilfinningin mín sko, hann ætlaði bara frekar einhvern veginn að chilla þarna og reyna að halda sér öruggum. Já. Frekar en að taka áhættu og reyna að standa upp og éta eitt þungt. Einmitt, en hann samt ekki éta fyrir þungum höggum, en hann samt ekkert að sumpa eða búið til pláss eða reyna að koma löppunum sínum inn í þetta eða... Jú, hann er nú alveg að gera það. Mér finnst hann bara rosalega lítið verið eitthvað að vinna og þú veist, og þegar hann gerði eitthvað, ég man ekki, hann reyndi eitthvað, hvað þessi mission reyndi hann aftur á bakinu, hann reyndi eitthvað engulokk. Já. Og ég var svona, af hverju veist að reyna hann engulokk? Það virkaði samt eins og, þú veist, í smástund virkaði eins og þetta getur verið eitthvað hættulegt. Mér fannst það aldrei virkaði eins og þetta getur verið eitthvað hættulegt. Það var aldrei svona einhvern veginn alveg á réttum stað og það var bara, ég veit ekki, ég var steinhissa á þessari annar lóti. En svo fannst mér hann pínu sko heppinn í þriðju lótu með þetta lockdown. Því að Bogdan Guskov fattaði bara allt í einu, það eiginlega svona kveiknar á perunni hjá honum. Þegar hann fattar að hann getur boxað bara svona on the outside og bara slengt jabbinu og verið bara að boxa on the outside og rústað Jan Blachowicz þannig. En það er ógeðslega fyndið svona, maður eiginlega sér það bara á honum þegar hann er svona, já, ok, þetta get ég bara og fattar það svona í þriðju lótu. En þá er hann eiginlega svona að bakka allan tíman sem er svona slæmt visual og svona, og Jan Blachowicz er einhvern veginn að pressa hann allan tíman, þannig að maður líður eins og að Blachowicz sé í rauninni svona eða svona sé stjórnabarnaðanum þó að Guskov sé að telja, hann er að telja högginn skilur, hann er að lenda öllum þungavögnum. Svo kemur Blachowicz, þess að nær hann upp í búrið og mér líður svona eins og þetta hafi ekki verið alvöru knockdown, heldur það hafi miklu meira verið bara push, hann er á svona hrindunum og finnir sig að geta sterkt, skilur, er bara svona lúkkar eins og ground and pound og hann sé í ykkur desperation að standa upp, skilur, eftir að hafa slegið niður. En þetta er kannski ósamlega, mér leiði miklu meira eins og að Blachowicz hafi pushað hann uppi, Guskov er að berjast outside, Blachowicz er svona að pusha hann fram og Guskov lendir svo með bakið yfir búrið og er pínur svona, oh fuck, ég er að boxa outside og hann er komin alltaf nálægt. Og þá kemur Blachowicz með eitthvað svona neglu, stígur inn, en þú veist, Guskov svona færir sig aðeins, þannig að þú veist, höggið er í rauninni bara svona 10 cm frá Blachowicz, skilur, eitthvað högg sem áttu að vera langt, verður alltaf náttúrulega stutt til þess að hitta. Guskov er ekki í jafnvægi og hann fær bara allan þyngdina frá Blachowicz bara yfir sig og bara dettur til hliðar og er bara svona, ah fuck eitthvað, þú veist, í ykkur rugli.
og við svona allir í áhörundu, þeir sem eru að horfa á þetta eru bara oh my god, fuck, hann var að skófa niður eitthvað bla 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 og hann byrjuði að klára þetta sterkt en ég held að Gúskov hafi ekki verið í neinni hættu og hafi ekki getið neitt þungt högg á þessum momenti og Blachowicz hafi verið pínu heppinn að vinna þessa lotu á þessu. út af svona semi-hrindingu sko. Já. Þú veist, ég sá þetta moment þannig sko. En ég er svona eiginlega að pínu heppnist stimpill á því að Blachowicz hafi fengið hérna jafntefli úr þessu. Sástu þetta sem bara Mér var svolítið bara eins og svona pressan gættu hann og þú veist, hann var einhvern veginn búinn að elta hann upp alla lópina og svo bara einhvern veginn svona fékk hann smá fyrir sinn snúð þarna í... Já, ég held að ég alveg rétt að segja að pressan hafi náð sko. Pressan hefur búrið og en þetta var ekki, þú veist Hann var kannski ekki klós að vera eitthvað átt eða eitthvað. Nei, það var enga en hann var í, þú veist hann var einhver stund að standa upp sko. Bara, þú veist, eiginlega hann var eins fljóður að standa upp og hægt með við að það gæja að kýla því í hausnum sko. Þannig svona, hann var aldrei compromised og ég held að það hafi ekki verið þungt högg sem hann átt sem hann sett hann í gólfi, ég held að það hafi verið líkamsþyngd og skriðþungi frá Blachowicz sem hann setur hann í gólfi. Nú þú búinn að vera að drulla yfir Bogdan Gúskov bara við hvert tækifæri sem þú fengið síðustu ár. Já. Ertu ekki það eitthvað snúast við? Jó, ég er alveg aðeins að snúast sko. Jó, ég sko, gagnrýnin mín gegn Bogdan Gúskov hefur verið pínu ósanngjörn sko. Af því ég hef alltaf bara kremjað pulsur í Rússlandi og eitthvað. Maður er svona auðvitað, ég bara, þú veist, auðvitað er hann að kremja pulsur í Rússlandi, þannig núna er maður að fylgjast með Kolla, skilurðu, og Kolli hefur þurft að kremja fullt af dósum, skilurðu, og kremja pulsur í Rússlandi, sjóða pulsur eða kremja dósir, og hérna, þetta er alltaf bara hans leið inn í UFC, sko, og svo var ég eitthvað rakka niður fyrir að tafa mútið Volkan Ozdemir í debutinu sínu, en það er eðlilegt, sko, menn já, Volkan Ozdemir er ógeðslega góður andstæðingur, og það er ógeðslega erfitt að debúa, þannig ég held að svona hversu mikið ég drullaði yfir hann fyrir það var svolítið ósanngjarnt. Þannig að, jú, hann vissulega setur smá stimpil. Þú veist, hann gerði hellings gott í þessu bardaga, skilur. Bæði gæti hann alveg svona verið að skipta svolítið stans og ground poundið hans var mjög solid. Hann var að velja olbónin sína rosalega vel í jörðinni og adjustaði svona eins og þegar hann fattar að hann getur svona boxað outside og unni bardagan auðvitað þannig að þá svona sérðu, skilur, hann adjustar vel inn í bardagan. Þannig að jú, hann gagnrýni mín á Gúskov hefur verið ósanngjarn hingað til. Já, þú ert mikill maður að viðurkenna það núna. Já, takk fyrir það. En hvað er málið með Jan Blachowicz og jafntefli? Þegar hann annað jafntefli á stuttum tíma. Já, hann gerir jafntefli við Ankalaev og svo núna. Já, það er spurning. Það er alveg bara það, ég held að það sé bara stílina. Þetta hérna jab low kick af hægri, þetta er bara svona eitthvað svona, hann er að pointfella og þú veist þú maður sjá það bara einhvern veginn þú veist, þú ert svolítið bara þú veist, þú ert ekkert að vinna þessu lótur eitthvað dómin er því þú veist, maður er eitthvað svona já, ok, hann vinnur fyrstu lótu bara því að hann hitti aðeins betur, skilur en við erum bara að tala skilur outputið var bara 5-6 jöfn meira heldur en þú veist, Gúskov og svo bara drullu tapar hann einhverjum öðrum lótum og svona hvaðan er eitthvað glórulaus þarna í gólfinu. Ég er bara mikla, ég held að Blachowicz er bara alveg búinn. Já, maður sér hann kannski ekki vera að fara í championship fights. Nei, sko. Og þú veist, ef hann fær annan svona hot prospect, svona gæja sem getur eitthvað, bara klálega, sko. Þú veist, en ég er alveg saman, mér fannst svona point fight að sé í gegnum bardagann mútið Carlos Ulberg í London. Ég hef ekki ástæðan hann bara aftur. Ég sá hann bara þegar miður live, svona 7 metra í burtu úr búrinu, ekki bestu sæti sem ég nokkuð setið í UFC-viðurði. En hérna, en frá þeim bæðum séð, þá vann Blachowicz. Ég varst það líka. Ég setti báðapólurinn á parlagi, Tibura og Blachowicz og tapaði eða hann. Já, svekkjandi. En ég held að Blachowicz er bara búinn, hann er 40 eitthvað og 42. Og þeir núna, við séum bara að fara að mata, hann er nafn, hann er flottur. Við séum bara að fara að mata í alls konar gaura, skilur. Já, ég held að mig alveg við það. Já, og þú veist, ef þeir rönna þennan bardaga aftur, þá held ég Gúskov sé bara að fara að vera betri og Blachowicz bara að fara að vera lélegri, sko. En ég sá ekki mikið af príliminskatunni, ég sá að fara síðan og... Djöðl var hann góður. Já. Djöðl að fara síðan góður. Hann bara, já, kom mikið óvart. Hann er ógeðslega góður. Hann er svo solid í öllu sem hann gerir. Og Maycee Barber. Var ógeðslega góð. Mér fannst Maycee Barber eiga bara fullkomna framstöðu. Þú hann hafi ekki rotað eða náðu söpunni eða eitthvað. Bara hvað hún var örugg
í öllum stöðum. Já. Hún bara, þú veist, hún ógeðslega well-rounded. Og ég horfði á hana berast alltaf þegar hún var búin að vera meidd, ég man ekki hún meidd sig í öxlinni eða hendinni eða eitthvað. Og ég var bara, þú veist, hún alltaf Macy the Future Barber og ég var bara, já, hún framtíðin. Bara, ef þetta ekki champ, þá veit ég ekki hver á það meira skilur. En ég bara, þessi stelpa, hún verður meistari. Já, getur þú trúið sko. Hún bara svo, þú veist, hún sé ekki með eitthvað svona líkamlega yfirbörði yfir hinni stelpunum. Hún hundur. Hún hundur og hún nennir að berjast og hún bara ógeðslega well-rounded og þegar kemur að glímunni, þá bara, hún svo örugg. Já. Hún svo örugg í öllum svona aðgerðum og hún með lausn út úr öllum. Já. Og maður bara svona, bara 100%. Þetta var mikið game over fyrir Karin eða fyrir gólfið, þú veist. Ef Já. hann komin ónáði í gólfinu, það bara eins og, þú veist, Valentína. Þá ertu bara þarna. Einmitt. Og það var einhvern veginn, og veist, já, gott ground game. Og það líka eitthvað sem ég glemdi að minnast á þegar við talum hérna við Brendan Moreno bara. Hvað Tatsuro Taira ógeðslega góður í gólfinu. Já. Og það sást fannst mér best þegar þeir eitthvað að skrambla og hvernig var það hérna, hvort að Taira, ég man ekki hvað stöður eru, en Brandon Moreno að rúlla sér vinstri, hann var að rúlla yfir öxlina, lyfti mjög sinum rosalega hátt upp í loftið og þar hefði maður hugsað, skilur við, ef þú mjög vel drillar í jiu-jitsu og hugsað kannski, ok, ég get tekið baka á henni hérna, ég þarf bara, þú veist, ég bara fer yfir mjögminnar, tek sætisbeltið eða eitthvað og tek bakið. En Brandon Moreno lyftir mjögmannum háttu upp og stoppar svona, þú veist, í þessari stöðu. Og ég held að Brandon Moreno hafi anticipatað það að, þú veist, Tatsuro Taira ætla að fylgja hreyfingunni, skilur við. En af því að Moreno stoppar, þá held ég að hafi gamblað á það að Tatsuro Taira myndi, þú veist, overcommitta í flowið og ná að hrista hann þannig af mjögmannum sínum. En Tatsuro Taira gerir það ekki. Heldur læsir hann einhvern bodylock í geðveikt vandræðalega stöðu, þar sem að Moreno bara, þú veist, bara einhvern veginn búin að træpáta þarna á gólfinu, með öxlarna niður í gólfinu og rassinn hátt í lofti. Tatsuro Taira nær að loka triangle, eða figure 4 triangle á mjögmannum hans og fara í ground and poundið, sem svona upphafið af endanum minnum mig. Og ég bara, djöfull var það vel gert. Það var svo ógeðslega vel gert. Það var fyrir glímuperrana þarna úti. Það voru nokkur moment á þessu kvöldi sem voru bara klikkuð. Það var bara yndislegt. Og bardaginn sem má ekki gleyma, þarna Ivo Baranevski á móti Ivo Asjan. What a fucking fight, Þetta var 90 sekundur af einhverju craziness. Já, þetta var bara, þeir voru bara létið þetta bara allt flakka og maður bara horfir á þetta bara, gæðin sem tapar allir barða, verður svo svektur og gæðin sem vinnur verður bara í skíunum. En þetta var bara coin flip, skilur. Á þessum tímum þau bara komin í eitthvað coin flip dót, sko. En Ivo var alveg hefi underdog, komið inn í barða. Ivo Aslan? Nei, var ekki Ivo Baranevski, var hann ekki? Nei, hann var favorite, sko. Ivo Aslan var smá underdog. Jaha. Já, minnur það verið 2.45 og Ivo Aslan, einmann rétt, sko. En já, þetta var bara, þú veist, mögulega, þú veist, getur maður gefið fætið því ég á eitthvað svona, að verður það að vera eitthvað svona barðaði sem fór alla leið og var bara stríð í gegn. Þetta er allan að vera round of the year. Þetta var round of the year. Þetta var klika. Og líka bara, þú veist, beint eftir þennan barðaða, þá kemur hérna Jalen Turner sem móti Edson Barbosa, sem hjólar líka bara í Barbosa og fucking destroya hann. Og svo var einhver annar barðaði líka, já, Chris Duncan og móti McKinney. Já. Það voru þrír svona bardagar sem voru bara, þú veist, menn voru bara komnir til að bara kill or be killed, sko. Já, ég setti sko góða distance á þann bardaga, því ég átti vonað að sko að kæmi svona 2 killers og þeir myndi reyna að gera þetta technical og ekki bara einhver svona brawl og svona dót, sko, og sá bardagi yrði mögulega, þú veist, það áttaði stuður, skilur. Þannig að ég var svona... Bad call. Já, þeir voru bara, let's fucking bang it out, sko. McKinney, hann alltaf bara kann ekkert gera neitt annað en þetta, hann gerir þetta alltaf og þú veist, í 60% tilvika þá rótar hann gæjan, en í 40, þú veist, þá gasar hann út og tapar og yfirleitt finnir sér sjálf, sko. Ég var einmitt eitthvað, ég var einmitt að tala um þetta eitthvað og, þú veist, McKinney, þetta fyrir mér í raun og veru, sko, ekki bara low IQ, fight IQ, þetta bara zero fight IQ. Af því að hann bara tekur það alveg út fyrir dæmið, sko. Þetta ekkert IQ, þetta bara eitthvað að sveifla. Og þú veist, þetta bara leggja, þetta bara go all in á fyrstu sekundu. Þú veist,
hann er ógeðslega entertaining og maður er alltaf spennt að vera að sjá hann fight og maður veit að eitthvað svona gerist. En þú veist, ef það langar að vera einhver UFC champion þá þarf það bara að fight smart, sko. Já. Það þetta ekki leiðin. Þú veist, núna ertu búin að sjá bara að þú kemst ekkert eitthvað lengra en þetta. Þú ferð ekkert í gegnum gaur eins og Chris Duncan að þessu. Nei. Þú er kannski búin að geta gert þetta við einhverja aðra gaura. Einhverja lagari gæja. Já. En þú veist, þú ert ekkert að fara að taka alla gaurana líka með einhverju svona vitleysu, sko. Nei. Alveg 100% ekki, sko. Aron Franz er víst ekki búinn að vera að sparra við hann, sko. Hann segir að hann kunni ekki heldur að slaka á í sparri. Þessi með kynning? Já. Já, hann var ekki að tala um það. Já, það er áhugavert. Herri, ef við að kveðja UFC 324. Já. 3. Það var geggjað kvöld. Það var geggjað kvöld. Þetta var bara eitt besta UFC pay-per-view bara í lifandi minni. Allan að bara glaða ársins. Þetta var alveg klikkað og ég held að opnunarkartið á næsta ári hjá Paramount verði klikkað líka. Ég veit að það er spenntið fyrir því. Herri, við fáum eitt annað UFC kvöld á þessu ári. Já. Það er þegar Brandon Royval mætir Manel Kape. Ég bara hef ekki haft tíma til að leggjast yfir hann bardaga. Þetta er ágætis kard, sko. Þetta er gott kard, sko. Þetta er bara fínt kard. En svona var það bardaga ekki alveg með það, en Giga Chikadze. Georgíski nonni fast. Já, mætir Kevin Vallejos frá Argentínu. Sem er geggjað það er. Já. Ógeðslega spennt. Þetta gæti verið mjög erfitt kvöld fyrir Giga sem hefur ekki verið alveg upp sitt besta. Giga er samt alveg flott. Já. En Kevin Vallejos, sko, hann er með eitt tap á ferlinum á móti Gene Silva í Contender Series. Hann tapaði fyrir Gene Silva, fór bara aftur í promotion sem hann var í, varði við beltið sitt bara tvisvar aftur viðbót, fekk svo annan sens í Contender Series, kláraði það í fyrstu lótu og núna komið 2 sigrar í UFC. Já. Og þetta er bara fucking ógeðslega spennandi gæi. Já, ég er spenntur. Og hann bær erfiðan alltaf ekki í debutinu sinu. Sem var náttúrulega bara hérna Cesar Almeida. Cesar Almeida og Dolph Exitsuk, það getur verið bengar. Það getur verið bengar. Morgan Cherry er á móti Milky Costa. Já. Það getur verið góð fætt. Kennedy Nsetsi búið verið annars líka. Amanda Lemos móti Gillian Robertson. Geggjaði kvennafætt. Einmitt. Neil Magny er mættur. Já, Neil Magny, já. Já, þetta er ógeðslega fyndið kard. Það er bara allir mættir. Þannig að ég tek þetta. Hvað finnst þér Brandon Royval móti Manel Kape? Bara ógeðslega spennandi matchup. Royval er alltaf búinn að sanna að hann er bara, þú veist, hann á heima þarna á toppnum. Hann hefur bara ekki alveg ráðið við Pantoja, en hann hefur svolítið mikið bara ráðið við alla aðra. Já. Manel Kape sýndi það í síðasta bardaga hvað hann er stórhættulegur. Það var alltaf eitthvað vesen á honum, þú veist, hann er eitthvað að lenda í einhverjum slagsmálum fyrir utan búrið og eitthvað, hvað var það? Já, var ekki hann og Mokaev sem voru með svo mikið bíf. Jú. Svo þeir mættu svo. Já. Og það haldaði alveg áður en bardaginn byrjaði. Já, svo byrjaði bardaginn og þeir voru bara eitthvað. Oh my god, hvað var leiðið fætt maður. Það var ótrúlegt. En Manel Kape er fucking, það er kraftur í þessum gæja, sko, og Royval er bara, þú veist, ég held að Royval vinni þetta á decision, ég held að Manel Kape gæti rótað hann. Já. Eða, þú veist, gert þetta eitthvað svona, komið með einhverja sprengju. Já. En, nei, ég held að Royval tækir þetta decision. Já. Sko, Royval myndi splitt decision, bæði múti Brandon Moreno og Tatsuro Taira. Þannig að það segir eitthvað, varðandi hans getu. Svo keppnislega séð, þá hefur náttúrulega, Brandon Royval mætt harðari anstæðingu. Já, bara öllum á toppnum. Já. Hann tók sér tvisvar, Brandon Moreno tvisvar. Já. Hann bara staðið sig ógeðslega vel. Þannig að, já, ég digga þetta, sko. Ég hugsa að ég sé Brandon Royval megin í lífinu. Ég held það, ég sé þessum. Já, ég held að ég sé líka Kevin Vallejos megin. Ég held það líka. Og, eins og bara annað sem er kannski svona aðeins erfiðara að svona spá fyrir sko. Ég er spennt fyrir Milky Costa. Ég er mjög spennt fyrir Milky Costa. Sko, gott jets. Já, er Morgan Cherry, er hann overhyped, eða? Nei, en þú veist, hann á náttúrulega eftir að mæta þessum toppgaurum, sko. Milky Costa er rankt, sko. Ég held þessi fyrsti rankt gæi sem hann mætir. Ekki nema hann þegar hann út hafi verið rankt. Ég man ekki svona að það hefur rankað þegar það mættist. Milky Costa er rankt um að 15. Já, það er eitthvað step up competition. Milky Costa er spennandi gæi, sko. Mjög svo. Ég hugsa að þetta sé ekki bardagi sem ég tippa á.
Þetta er ekki einn af þeim. Nei, Milk Costa ekki á top 15. Hann mertur á Tapology sem Já. en ekki inn á UFC sem. Nei, það er þessum. En þetta skellur galt sko. Herðu, 3.45 Brandon Royval. Mótið Manel Kapp. Aha. Í alvöru? Já. Gauður. Hamra þetta. Þú veitur að fara að hamra þetta. Já. Þetta meikir ekki sens. Nei. Ef þú Ég ætla að sjá bara Royval by decision og það hlýtur að vera bara eitthvað 6 eða 7 eða eitthvað. Já, ok, ég skil sko hérna ég skil alveg, þú veist, Manel Kapp menn eru mjög spenntir fyrir hann, mann með nokkuð power og eitthvað en 3.45 er ekki sanngjarnt stuð. Ég held að Royval sé alltaf að taka þetta að þú dregst á langinn og þetta náttúrulega flyweights. Flyweights ekkert eitthvað alltaf mikið að róta Nei. og sérstaklega svona high level flyweights eru svolítið mikið going distance sko. Já. Og ég held að í 5 lótu barða, þú veist, Royval með reynsluna af því ég á að læra að sjá mann hvað vinna það sko. Já, eða svona, já, lala sko. Hvað er að vita þeir sem við vitum ekki? Það er góð spurning, er hann bara meiddur eða eitthvað? Ég slammaði sko, ég setti 100 strax bara. Já, bara, maður á að drífa sig bara aðeins með þær. Já, eins og Joshua Wan. Ef þetta er 3.45, þessi stuður er að fara að lækka sko. Já, nákvæmlega. Það er ekki bara að hækka. Þetta var eins og með Joshua Wan. Ég var eitthvað svona, þú veist, að ég ætla bara að betta á þetta live og eitthvað. Svo var bara eitthvað komið undir 3 í stuður og Joshua Wan, þú veist, þegar var loksins komið tíma að betta þarna. Ég sá svo eftir. Já, þetta er bara algjör slammer sko. Já, ég ætla að slamma þetta líka. Já, Cesar Almeida er líka underdog móti Oleksichuk. Já, ok, slamma. En Oleksichuk er líka, þú veist, miklu betur en bara óöfum með úrslit. Gillian Robertson, 1.56 á móti Amanda Lemos. Þú veist, Amanda Lemos á til að láta wrestlefokka sig sko. Og Gillian Robertson er með geggjaða wrestling. Hún geður ekki í gólfinu. Þú veist, hún sveppar hann nokkuð. Af því að ef hún vinnur þetta þá sveppar hún hana. Já, bara næra að halda henni í gólfinu. Já. Það maður Lemos að segja, sko. Já. Það er erfitt með að sjá hún tapa út á hana, sko. Já, ég meina, veistu það, við komum yfir Inic Choke eða hart guillotine og eitthvað og þú gerist alveg. Glemdi líka að ræða guillotine killurönduna hans Merab. En það er liðin tíð. En það er eitt og annað, sko. Ég get sagt í siðilinn minn, sko. Já. Þess að Brandon Royval, Samþykkt. Gillian Robertson og Kevin Vallejos. Bara sigur. Ég myndi segja Brandon Royval, Kevin Vallejos og Milky Costa. Á móti Morgan Jagger? Já. En Milky Costa underdog, já? Nei, bara 50-50 split held ég. Herri, 4.5 eða 4.05 á Neil Magny á móti Jaroslav Omosov. Ég myndi bara þekki þann mann ekki neitt. Þetta Nei. er þetta debut. En Neil Magny er svona 100% gæi sem er úrslega umulegt að debúa. Já. Sama hver þú er. Veitu hver er þessi Jaroslav? Þetta er bara einhver 28-1 gæi. Er eitthvað bara búinn að vera kremja dósir og sjóða pulsur, sko. Já, kremið djósir og sjóða pulsur ekstra í Rússlandi. Já. Það kremja pulsur og sjóða dósir. Já. Þú á benstöðinni. Herri, hann tapaði fyrir Jason Jackson í Bellator. Já, þetta er eitthvað svona Bellator gæi. Herri, þegiðu, ég er að fara að taka Neil Magny hérna, sko. Já. Já. Það er. Ok, tökum út Gillian Robertson. Ætlaði að láta hann sprengja parleiðið þitt. Nei, ok. Neil Magny fyrir 4, Já. Brandon Royval 3.45 og Kevin Vallejos fyrir 1.40 fyrir 19 stuður. 100 evrur gefa 1956. Þú ert orðið svo mikið byggalegur bettari, sko. Við erum alveg búin að snúast við, sko. Ég er bara farin að gera svona safe, smart, single bets og græða þetta pening og þú ert bara, tjekka, við erum komið að háa stuður á þetta parleið. Þú ert að breytast í mig, sko. Nei, þetta er bara mega sens, skilur. Þetta er bara the long shot of the weekend. En við ætlum að taka þetta. Þetta er ekkert örugt, en við ætlum að taka þetta. Ok. Þetta er, Ég er svolítið til í það, sko. þú veist, ég held að þessi gæi sé einhver að hoppa úr Bellator eitthvað. Hann er að tapa börnum í Bellator, sko. Hann tapaði þar síðasta. Hann er frá að hoppa inn í UFC, miklu stærri promotion, mæta Neil Magny. Gauir. Já, ég er til í það. Já, herri, ég er með 200 evrur í heildina á Brandon Royval. En þetta verður geggjað sér. Ok. It's a winner. Já, ég skal elda. Ég er til í það. Ok. Vallejos, Royval og Magny. Já, 19 stuður. 19 stuður. 100 eurur undir. Já. Já, ekki. 96.
Það verður partí okkur þegar þetta nefnir. Já, Nei, ekki. Coolbet voru aðeins eitthvað svona hey, wow, ekki tippa á miklu 96 er maxið. Nei, þetta ekki sko þessu má alveg taka þetta singula þegar þú veist annarkvort, þú veist, ég get sagt það annarkvort þeirra vinnur Níl Magni eða Brandur Örvar. Þannig að ef þú setur 100 og 100 þá er þetta alltaf að fara að enda í plús þú veist, það er svona það væri svona snið að leiða sko. Já. Gæti hann alveg báða að tapa á? Já, það getur alltaf báðið tapað sko, en þetta er svona klassíst þar sem er tvo mjög sterka underdogs sem geta edgeað konan annan sko. Ok, ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu. Já. Af því að sko, ef að Níl Magni vinnur barnana þá verð ég bara eitthvað svona oh my god, it's happening klíka. Herri, hérna, ef að hafa þetta eitthvað mikið lengra eða? Nei, bara minna fólk á að mæta í mínigarinn næsta helgi. Já, það er mínigarinn, Já. Kate Steele. Verðum við ekki báður í svæðina? Jú, ég held það alveg báttið, maður sem. Kekja. Það er ekki oft sem það gerist. Nei, það er ekki Við það. erum báður í mínigarinn, þannig að hvernig fólk að koma og hitta okkur, við erum svo skemmtilegir. Já, Nei ekki? jú, sérstaklega annar okkur. Hérna, jú, ég er á okkur, ég er okkur kvöld, ég er okkur næturvakt. Þannig að ég mæti og kæti. Já, Kekja. þannig að sko ég held ég haf aldrei unnið svona mikið í einu mánuði, sko. Ég er bara, ég veit ekki trúa það, sko. Ég vinna 3 vikur, ég var sko 2,5 sólarhring á vakt. Bara, ha? Og svo bara kemur aðeins heim, leggur þig aftur í vinnu. Megar ekkert sens. Allt í bulli í það. Þú ert að læra work smarter en allt haldur. Ég er að læra það. Eftir áramót var það geggja. Uh, Ég get ekki ímyndað hvað MMA-fréttir verður flott eftir áramót. Bara tíminn sem ég hef og ég get ekki heilu vikurnar óáreittur bara í að dunda mér við MMA-fréttir. Kekja. Stúdíó verður tekið í gegn, livestreamið verður tekið í gegn, fáum betri myndaðir, Já. fáum hillur innvirtingu hérna, Kekja. fáum alls konar memorabilia. Það verður mjög skemmtilegt. Bjartur tíma framöndan. Nice. Herri, plika, hérna, ef við ekki segja þetta gott? Jú. Snild, við þökkum öllum fyrir að hlusta, við sjáumst í míningarnum, þökkum öllum sponsorunum okkar og já, sjáumst eftir viku í síðasta UFC uppgjörið og fleiri viðtöl. Já, svo verður eitthvað skemmtilegt í jólafrínu. Við verðum með einhver skemmtilega þætti. Við verðum náttúrulega með áramóta annar, þar sem við gerum upp árið, kjósum allt, fáum náttúrulega fólk til að kjósa á Instagraminu okkar og svona. Þannig að það er nóg eftir á árinu þó að þetta séu síðustu bardagakvöldin, Kate Steele og UFC í þetta. Heldur betur. Herru, við sjáumst eftir viku.